Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í þátt númer 214 langar við að segja. Tjess eftir dark, Birkir. Líklega 314. 314 er það, já. Það er rétt hjá. Hörku þátt í kvöld. 100 þætti short, já. já, það námundast en áður kom að gestum sjálfum þá er það héðinshurðir. Já, heldur betur. Bílskúrshurðir, iðnaðarhurðir og þú getur fengið verð í þær og iðnaðarhurðir hjá, eða þetta iðnaðarhurðir líka hjá héðinshurðum. Jú. Og þeir sjá uppsetninguna líka. Þjónustan er upp á 10 þar. Og maður rennir alltaf augunum til þeirra þegar maður er að keyra Reykjanesbrautina. Já, glæsilegt. Sem maður við hliðina á Æslandi er hérna. Seljallarinn góðu. Rétt, en gestur okkar í kvöld er Jón Daði Böðvarsson, framherji Selfoss og fyrrum landsliðsmaður í knattspyrnu. Jón Daði á að baki 64 landsleiki fyrir Íslands hönd og var hluti af hópnum sem bæði fór á EM og HM 2016-18. Vel að merkja, Jón Daði spilaði með liðum að borðið Viking, Kaiserslautern, Wolverhampton Wanderers, Reading, Millwall, Bolton Wanderers, Wrexham og Burton Albion. Við munum gefa okkur góða tíma í að fara yfir ferilinn, en það langur, verður hjartanlega velkomin, Jón Daði. Takk fyrir það, kjalla, glæður að vera hérna. Já, þetta hafðist á lokum, sendi fyrst á hann held ég alltaf að fara í þetta þegar þátturinn byrjar. Ég held ég að fyrst senda á hann 2022, hann er aldrei gefast upp eins og ég segi alltaf krakkar. Hvernig liggur á þér, það var Hvíti riddarinn í gær? Já, við bara mjög vel, hörkuleikur á móti Hvíta riddaranum í gær í Ástríðinu í annar deildinni. Þeir voru hörkuflottir maður, flotti strákar og gáðu okkur alvöru leik og þannig að þetta er bara grænt í annar deildinni en við erum að reyna að þjónstast úr þessari deild. Já, sko, ég var nú eitthvað undirbúin fyrir hann að þátt, sko, og það er dálítið merkilegt að það er náttúrulega heimsveistaramótið er í gangi núna og fyrir 8 árum síðan að þá varst þú í eldlínni í Rússlandi að spila heimsveistaramótinu og núna 8 árum setna á móti Hvíta riddaranum. Þetta eru dálítið breytingar og ekki það mörgum árum. Nei, þetta er alveg kontrast, sko, að spila fyrir framan marga stuðningsmenn og síðan ertu komin til litla Íslands, sko. En ég meina, það er bara, maður alveg búast við því að maður kemur heim, sko. Það er náttúrulega ekkert nálægt því að fara að vera eins og auðvitað er þetta alltaf, þú veist, sama hversu þú ert undirbúin í að koma heim, þá er þetta alltaf smá massive transitions og að venjast, sko. Þannig að það er bara skemmtilegt, sko. Er þetta ennþá að venjast eða ertu búin að venjast þessu núna? Já, þetta er svona, þetta var aðalega smá svona, í byrjun smá svona sjokk skilur með, bara fyrsti leikurinn minn var hérna mútið Njarðvík í fyrra, þá kom ég inn á bekknum og þá þeir að komast upp og það voru ángrín svona 20 manns á vellinum eða eitthvað skilur mig og maður bara fannst það svo skrítið að því þeir voru þá að reyna að komast upp, sko, þá varum að búast við aðeins meiri fjölda af fólk, sko. Já. Þannig að það var svona, þú veist, bara, þetta er svona, maður er búin að gleyma þessu, skilur mig, maður var á Íslandi fyrir meir en áratug síðan að spila og síðan var maður bara búin að gleyma hvernig það var, skilur mig og það var bara smá sjokk en þú veist, ekkert eitthvað svona alvarlegt, maður bara, þú veist, svona, ok, þetta er svona og maður bara aðeins að setja hausinn í það og bara áfram gakk, sko. Já, bara áfram gakk, harðhaus. Áður við förum að drífa okkur í kjötið á þættinu, þá langar okkur að spyrja aðeins út í heimsveistaramótið þegar þetta tekið upp þá í gær var leikur Englendinga og Normanna, þar sem Englendingar unnu 4 liða eftir í undanúrslitum, talaðum þetta á FIFA-listanum er þetta 4 bestu liðin. Ertu með eitthvað hest í þessari keppni? Já, ég var bara ángríns að þetta er svolítið kannski delusional en ég var að spá Noregi fyrir mót bara mjög góðum árangri allavega að komast í möguleg úrslit, sko. Það er rosalegt. Já, ég veit það, en þú horfur undankeppnina, sko, bara rústuðan ekki sérlega, sko, og skildi eftir góð lið í þokkabót, sko. Já, Ítalía og fleiri. Já, og þannig ég auðvitað segir heilin á manni bara já, frakkanir, þú veist, auðvitað að fara í gegnum þetta til dæla auðvitað, en þú veist, ég var, þú veist, fótbolti, það getur allt gest og þannig að ég er svolítið svektur að þeir komast ekki áfram í gær, sko. Já, var þetta sanngjarnt úrslit í gær? Bæði og, sko, þú veist, ég held að Englendingarnar áttu sína kafla og Nóri áttu sína kafla, síðan ertu með moment sem eru vafasum og þú veist, áttu að taka marki á Nóri, þú veist, að mínum að þetta ekki. Þetta er eitthvað sem þú stundar? Já, þú veist, sem framherji, þú veist, framherjast náttúrulega með framherjum, sko. En þú veist, þú ert í boxinu og það heldur ykkur í því og meina, maður kastar
þú veist, frá varnamönnum eða því ídurunum við, þú veist, rétt árum hotspinnaðin tekin bara til að skapa sér pláss fyrir sjálfan sig, skilur mig og menna en varnamönnum gerir vel bara, þú veist, að með smá leikþátt, skilur mig en, þú veist, síðan fólk ósammála með þetta, skilur mig, þetta allt þetta, sko, en mér fannst svona, og Norsarinn þau voru óöfnir í gær en það verður gaman að sjá hvað englendingarnir gera þeir eru ekkert múin að vera eitthvað ógeðslega convincing á þessu móti þannig að sé eitthvað svona hillandi en það er seglið þeim sko og þessi sér bara með Argentínu til dæmis þú veist, þeir eru ekkert múin að vera eitthvað frábærir heldur þannig, eða þú veist, í byrjun allan þú veist, þeir voru ströggluð með grænhöðæjar og sér líka hvað þú veist, hvernig þetta er öðrísi eftir þjóðum, þú veist, englendingarnir eru bara þeir, þú veist að ströggla móti einhvern litlu liðum og það er allt ómögulegt og ömulegt skilur mig, og Argentína það er ekki þetta væp, það er mér bara, ok, vel gert þú veist, það er mér svona stuðningur sko. Þannig að englendingar eru alltaf með þetta þennan blóraböggul sko. Þannig að þú veist, síðan bara spurningin hvenar, þú veist, munið þeir fara alla leið, ég veit ekki en ég veit ekki, það er svo erfitt að sjá Frakkana fara ekki að vinna þetta mót sko. Þannig að Frakkland og England Argentína var alltaf hörkuleikur. Já, það verður helvítið skemmtilega leikum að þér. Ég var eitthvað með að sjá að þetta er fyrsta sem Messi spila á englendingum. Passar. Sem er bara helvítið skemmtilegt sko. Já, þetta er merkilegt sérstaklega með ensku pressuna sko, upplýður það þeirra ástæðan á Englandi að þú veist, þeir kannski stóðu ekki við bakjaðu með sama hætti og aðra þjóðir gera. Já, þú veist ég fann kannski ekki sjálfur fyrir því mikið sem kannski erlendur leikmaður en mikið til með englendingana ég segi það er alveg klárlega þannig sko og það er rosalega pressan hún er svo ógeðslega stór þáttur á Englandi og það er svo auðvelt að fá stimpil á sig og svona svo kallar agenda skilur mig eða bæði hvort sem það gengur vel eða illa sjáu bara besta dæmið er Harry Maguire skilur mig og þú veist það er bara, hann má ekki anda sko og þá bara var gert grínað hvernig hann andar eða þú veist, þetta er bara þannig að þetta er svona bara þú veist, þú breytir þess ekki, þetta er bara kúltúrinn skilur mér á Englandi en þú veist, þetta er alveg galið á köflum sko Við ætlum að byrja þetta alltaf á öfugum enda og svo við förum eitthvað þess á kursin í kvöld og byrjum afsökun á því, Jón Daði byrjum bara aðeins í núinu því það er svona feskast í minninu gengur til þessu Selfoss, þína æsku slóðir fyrir ári síðan, júli 2005 þegar þeir voru að spila í lengjudeildinni var aðeins spurað þessu fyrir þátt og jafnvel í formálunum en ég menna spila fyrir fram fulla vell í Englandi og koma á Selfoss og spila þar eins og við spyrjaði á hann, þetta hefur tekið tíma að venjast og ertu búin að venjast þessu núna? Já, þú veist, ég er alveg bara í núinu núna og til að bara vanur þessu, sko, þú veist, það sem var áður, skilur mig með úti og, þú veist, erlendur sem spila fyrir framann mörg þúsund manns, þú veist, það er bara, maður cherisar það sjálfsögðu, en nú er maður hér, skilur mig og ég hef alveg gaman, þú veist, að því þú veist, þótt að sé ekki eins mikið áhorfendum eða ekki eins mikið adrenalín kannski og maður var hann vanur að fá erlendis fyrir leiki þannig að þú veist, mér sérstaklega í byrjun þegar ég kemur Selfoss og bara gekk eins og í sögur skilur mig, spilaði, kom inn á skoraði, þú veist, ég held ég öðrum leiknum mínum og á Selfossvelli og bara svona allt sem einhvern veginn skrifaði skíin og svona og síðan alltaf fjallu við og það var alltaf gífuleg vonbrigði sko og ég held að bara klúbburinn þú veist, ég er bara ennþá í raun og veru að gangi ekki svona nafla skoðun sko, aðeins að finna sig í sessi að því, ég minna þú veist, ég er alltaf að koma heim á Selfoss líka ekki bara þú veist til að vera fótboltaleikmaður en að spila, reyna að auðvitað standa maður á vellinum, að sjálfsögðu er það númer 1, 2 og 3 sko, en maður vil náttúrulega ríka, ef ég get miðla með reynsleikun eða bætt umhverfið þó það sé ekki nema smá, þú veist, þá er það frábært sko, og maður tekur letið því, þú veist, minna, það er einhver ástæð fyrir að Selfoss hefur verið í gegnum bara síðust áratugi svona mikið jójólið, þú veist, er að fara upp, niður, endalaust, skilur mig, meira segja að við áttum góðu tímananna nokkurn veginn, við fórum upp í fyrst skipti í efst til 2009, fjallum 2010 fórum upp aftur 2011 fjallum 2012 þú veist, það er eitthvað svona ástæði fyrir þessu hver hún er, þú veist, ég get ekki kröfið það hér, skilur mig, en það er klálega einhvað sem, þú veist, klúbburinn
að reyna að krifja eins og já, það bara að vera að reyna að hækka standardinu umhverfið og þú veist í aksjóni, ekki bara að tala hlutina sem mjög þekkt fyrir bara oft og ég held að síðan bara hellingur og flottu fólki hana, frábæra fólki góðu fólki og sjálfbóliðum og það allir saman í þessu og samfélagi skilur mig, en hvernig ná árangri skilur mig, hvernig, þú veist kannski klúbburinn á köflum aðeins og góður, þú veist ef það meikar sens, þú veist að þetta hljóma rosa illa skilur mig, en þú veist fótbolti ná árangri þarf stundum að vera nasti sko okay. Þú veist, þá ég að tala þú veist, ekki toxic, bara að gera hluti sem eru erfiðir, ákvörðunartökur sem eru leiðilegar, allt svona skilur mig, þú veist, fótbolti það ekki takt að vera allir dýrin í hálsaskógi skilur mig, og þú veist, sé bara Víkingur Reykjavík, með einhverja ástæðan fyrir það þeirra ná allir svona árangri í dag, og þið þekki alveg, fólk með perception að Kára Árnarsinni skilur mig hvernig hann á vellinum, ég gerir nú ráð fyrir að vinnubröði hans svipuð utanvallar skilur mig, og Sölvi ekkert lamp heldur sko. Nei, og þeir koma heim og ég án þess að ég sé að viti það eitthvað skilur mig, en ég gerir mig fullt trú að því að kemur ekki óvart að þeir hafa komið allan að þessu ennþá lengra kúltúnum og öðru varandi árangur þannig að þetta svona Selfoss svona að gera helviti flotta hluti at the moment sko þetta ungt lið og hellingur að læra en þá fyrir suma þessum strákum og þetta tekur tíma og þetta gamla tuggan skilum þetta marathon og en maður rennir töfla núna þeir þriðja sæti með 20 stig eftir 12 leiki, 5 sigrar, 5 jafntefli og 2 töp hvernig verður þetta verið svo far þessu tímabili? Bara svolítið inkonsistent sko það þú veist, sýnum bara hvað deildin skrítin, þú veist, þetta ekki eitthvað frábært tölfræði þannig að sé sko hjá okkur en við erum samt hana til dælu ofalega og erum alltaf að reyna að berjast og komast upp og þú veist, við erum eins og segi, það líka bara stefnan að fara upp að sjálfsögðu, en síðan alltaf leikmennana sem eru til dælu ungir og efnilegir og það reyna að vera þú veist, komum á hvernig leikfræði gegn til þeirra og hjálpa mönnum að taka skrefið í næsta level skilur mig, þannig að stefna klúbsins náttúrulega að komast upp að sjálfsögðu deildinni en á réttum hætti þú veist hvernig getur það sem með win at all cost og þú veist, fara upp þannig síðan kannski engin grunnur og ég held að Selfoss við erum að reyna að ná ákveðnum grunni núna í leikmenn skilur mig, hvort það taktík, leikfræði eða annað hvað nefna en það það sem við erum að reyna að gera, komast upp en á réttan hátt vegna þess að við fórum upp til dæla convincingly í lengi dildina fyrir 2 ára síðan og förum síðan niður aftur og hver ástæðan það einhver grunnur eða eitthvað svona base sem kannski skortir en það allan að markmiðið, Já, þeir eru allan með turnarana 2 framið og með þig og svo þetta Verður Kjartansson gaman fyrir ykkur að fá að spila aftur saman og enda þetta sem þetta byrjaði en ég var að spyrja það fyrir þátt, hægt að þó sért í C-deild á Íslandi og með hana glæsilega ferð sem hún farið reykja í kvöld getur þú bara einn þíns liðs nánast tekið yfir einhverja leiki? Nei, og sjálfsög ekki og ég held að flest allir viti það alveg sko, sem þekkja fótboltan sama hvaða level þú ert á þá ég og við ekkert að fara að sóla 5 og skora 2 upp í samskiptin skilur mig, þú veist, þetta er eftir einhverju deg, 11 mot 11 og við náttúrulega, þú veist, erum að reyna að gera okkar besta til að koma okkar reynslu og gæði vonandi og hjálpa liðinu, þú veist, að klífa upp töfluna og komast upp úr þessari deild en þetta snýst náttúrulega heilu beinagrindina skilur mig og ég segi það ég minna, þú veist, fullt af flottum leikmönnum hana og ungum sem eru eiga hellingsinni og Óli þjálfari til dæmis núna að koma með mjög ferska hugsun inn í þetta mínum að hann aftur, þú veist, að reyna að nurtura unga leikmenn og bæta þá og reyna að fá þá veist, með sér í lið, þú veist, að virkilega vilja þetta þarf að koma frá þau sjálfum að vilja ná árangri sem leikmaður
og það svona það sem við erum að reyna að gera þú veist að nurtura unga hæfileika skilur mig og vonandi eftir 2-3 ár það voru bara ennþá þroskar og svona hæfileikar meiri hæfileikar í búði. Myndirðu, ertu með eitthvað? Bara, sko, að myndi komið af hæstalega að spila þarna og vorum að tala aðeins í klippinu sem við vorum vonandi sýnt fyrir þáttinn TikTok og Instagram, við erum þar að spilandi á móti klókum varnarmönnum til að mynda að koma á æfingar og sjá bara ég alltaf fram í ertu mikið maður og mann bara að ná þeim svolítið og sína og miðla? Eða já, svona ákveðnum stundum sko en þú veist ég er ekki komað heim 28 ára sko eða þú veist ég er 34 ára í dag og það eru strákar hann að 20 sem að fara fram með mér eins og ekki séu sko og það er óþólandi vegna þess að ég er alltaf 18 ára í hausnum sko en maður ég vil kannski án þess að hljóma arrogant þú veist og múna koma ekki þannig en þú veist ég vil meina í sérstundum kannski í skrefinu eða 2 skrefum undan í sendingum eða þú veist hvað segir maður, næsta mómenti áður en ég fæ boltan eða þú veist svona lítil atriði sem maður kannski bara þróa með sér eftir að vera kannski á háu leveli ég meina ég var á nákvæmlega sama stað og þessi strákar skilur mig áður en ég fer út og síðan þegar fer maður út til Noregs og þá var maður bara expósaði skilur mig ef þú ætlar að ná árangur þetta laga þessa hluti þú getur ekkert tekið bara blindandi fengið boltan í lappir og snúið blindandi skilur mig á þess að þú veist hvað anstæðingurinn og alls konar svona litlu hlutir sem maður hefur bara öll þessi ár úti tilenga sér skilur mig þannig að maður kannski með þann þátt kannski á aðeins aðra leveli ef ég má segja það Eitt sem okkur langar að spyrja sko, það var ein spurning en það ertu ekki yfir neitt hafinn að fara yfir C-deild og einhverju hefur kannski hugsað með sér hann tekur slæðin í B-deild og hefur haldið sér áfram og þá hefur þetta verið að byggja með einhverja vegferð að vinna sér upp úr lengjudeildinni og komast það inn í bestdeildina en líklega var þetta ekki planið að fara þarna niður í C-deild Íhugar ekkert að fara í bestdeildinni og spila allavega á hæsta levelinu hérna heima? Jú, þú veist, ég lík því ekki það maður náttúrulega áður en ég fyrir að Selfoss þá náttúrulega er ég með alla mögulega að opna og tala við, þú veist, aðeila bara að virðingu skilur mig hvað hefur fólk að segja en vísum við með aðsantekunni alltaf bara á Selfossi no matter what og það var einhvern meira áður en ég fór út í mennskuna ef ég var að fara nána skrifað undir samningu við sjálf á mig skilur mig ef ég kem aftur, ef ég spila aftur heima á Íslandi þá er það fyrir Selfoss skilur mig þetta er bara uppöldsfélagið mitt og frá 7 ára aldrei til 20 skilur mig og en ég minna að það eru cons pros og cons þú veist, prosi við að fara kannski í lið sem er á hærri stalli á íslensku mælikvarða segjum bara eftir 3 liðin á Íslandi Víkingur eða hvað þú vilt nefna þar sem þú kemur kannski heim 34 ára þú ert ekki með sömu hlaupagetu þú varst með en þú ert með helvíti góða þjónustu og gæði í kringu þig sko á háu leveli versus þú veist og komin heim og ert að reyna að hjálpa á uppvörsklubnum og reyna að miðla þessari reynslu til ungra leikmanna en þú veist það er kannski ekki alveg liðið er í annar deild sko for a reason og þannig að þetta er náttúrulega aðeins meira grænt skilur mig og það er aðeins meira móða á sem er erfitt skilur mig þegar maður er 34 plus ekki það að maður sé alveg búinn sko en þið viti hvað er að fara sko þannig að þetta er alltaf svona hvað viltu þú veist en ég tók bara þetta á mig en eðlilega minna að koma þú veist eins og minna daginn var ég alveg íhuga að skilur mig er þetta eitthvað sem ég vill skilur mig ég held að það sé bara mjög eðlilegt að maður kannski vann maður þetta aðeins skilur mig kannski var maður smá naív en þú veist kannski hugsunin fallegri heldur en raunveruleikin er já, oft á tíðum sko ég er ekki að segja þetta sé eitthvað ræðilegt sko nei. En þú veist, það kemur eðlilega smá svona, ég held að þessi bara allir leikmenn gangi gegn það, þú veist, að aðeins að hugsa sinn gang, skilur mig upp á framtíð að gera annað, hvað er ég að gera en þú veist, hvað vill ég og ég meina, þú veist, það voru þú veist, daginn, skilur mig eins og ég hef allir búin að lesa, en þú veist, það er bara aðeins meira dramatíst en það í raun og veru var sko, eftir það var bara allir aðilar ræddu bara saman og síðan var bara ákveð, ég er áfram skilur mig og ég ætla ekki að gefast upp á þessu skilur mig, ég vil halda mínu streiði áfram og reyna að koma klúbnum á hærra plan
Einmitt, það var kannski bara næsta spurning og kannski bara búin að svara fyrir þetta og mættir þarna ekki í eitthvað viðtal og varst ekki í hóp og eitthvað, það er búið að setla þetta allt. Já, það var reynda bara mistök að mínu hálfu að fara ekki í viðtal, það var aðalega bara því ég nefndi ekki að hafa meira athygli á mér með þetta, en hindsight þá hefði bara þetta farið til viðtal vegna þess að þá kom bara frétt Jón Daði neita viðtali, skilur mig, og það er eins og ég sé eitthvað pettiness fíla í gangi, sko, sem var náttúrulega aldrei málið, sko, síðan var, þú veist, eins og segja eitthvað úrsætt að myndi mín og Óla sem mesta bull sem ég hef heyrt, sko, við vorum allan tíman í góðu sambandi, sko. Þetta snýrist ekkert um það? Nei, alls ekki, sko. Fiskisagan var að þú hefur rokið út á æfingu? Já, ég meina, ég var rekinn á æfingu vegna þess að ég er með stuttan kveikið og keppnisskap, sko, ég held að mjög margir hafi lent í því, að þú veist, eins og segi, ég er ástríðufullur og vil vinna í hvert einn skipti, hvað sem er æfingum eða leikjum og meina ég er með skap, skilur mig, þótt að líti ekki alltaf út fyrir að vera það, skilur mig, en ég meina ég er tapsár og hann réttilega bara rak með æfingu, sem bara áfram gakk, skilur mig, allt lagi, sko. Og veist, menn bara ræða hlutina og komin í dagur, sko. Það er að vera að slúra núna og þú ert mikið orðað núna við Víking Reykjavík, sáum þetta hræðileg meiðsli sem Elías Már Ómarsson lenti á dögunum. Ertu eitthvað, myndirðu skoða ef að Kári myndir hringja? Nei, ég held ekki, sko. Nei? Ég bara, þú veist, bara segi harða ákveðin að halda mínu stríða áfram hérna á Selfossi, sko, og hérna auðvitað ber ég virðingu fyrir Kára og Víkingur Reykjavík, sko, skilur mig, en bara ég held, þeir eru ekki búin að heyri mér, skilur mig, neitt svoleiðis, og ég held að þeir sé bara frekar að horfa á hérna einhver yngri leikmenn, sko, sem er bara gott, sko, en ég bara sáttur að sem ég er, þetta moment er bara að reyna grænda hana og hjálpa liðinu mínu að komast upp. Já, við þurfum að mæta völlin, Leifur. Já, það verður gaman að taka leikanda. Hvað ætlar að taka 1 ára viðbót eftir þetta? Ætlar þú að hugsa það eitthvað? Já, ég á sem sagt 1 ár eftir næsta season og ég veit ekki hvað gerist eftir það. Ég er bara ekkert ákveðin, sko. Hvort ég held áfram með að hvort maður callið þetta day, ég bara veit það ekki, sko. En skrokkurinn er góður? Skrokkurinn er góður, já. Ég er meiðslalaus og bara tildulega fitt, sko. Já, frábært. Við ætlum að halda okkur á Selfossi en við ætlum að færa okkur aftur í tíma núna og snú okkur að æsku árunum, fyrstu skrifunum, 2008-2012. Það eru þetta margt smátt sem er að færa okkur það. Þeir merkja allt fyrir golfið, frábæran fatnað. Já, við höfum séð þetta er glæsilegt. Sem þú getur merkt og þælur og vandaðir. Svo eru þetta með allt galleri, derhúi, pólóból, peysu, jakka. Jú, nefnitt. Bolla, nefndu það bara, þeir merkja þetta allt saman og gera það vel og svo þetta kaldi, hvað ertu með hér? Er þetta 0%-in, Birgir? Já, þetta er 0-arinn í kvöld. Já, mér sýndi það. Minnum við þetta á nýja bjórinn, það er sunnan kaldi. En hann er ekki 0-arinn, en hann er góður líka. Já. Jón Daði, þú byrjar að banka á dyrnar hjá meistaraflokki árið 2008, þá 16 ára gamall. Á þessum tíma eru alveg kongar í Selfossliðinu, Viðar Örn og Arlius Martins, Ingo Veðugu, Kristján Óli, Gummi Tóta. Hvernig var að koma inn sem ungu strákur í Selfosslið á þessum tíma í kringum alla þessa meistara? Ótrúlega gaman, sko, að því þú ert að koma inn í alveg karaktera hana og bara fullóna menn sem er ótrúlega gott, sko, sérstaklega ungu leikmaður að geta haft menn sem er tildulega eldri en þú og svona aðeins að halda í höndina á manni til að byrja með. Og ég spilaði ekki mikið í 2008, ég held ég spilaði bara 1 bikarleik, skilur mig. Já, 2009 Gulli Jóns tekur við, þá var ég svona alveg að viti í þessu. Soran Milkovits var þjálfarinn okkar 2008, ég var skítræddu við hann. Já, það. Og ég var svo hræddu við hann, sko. Bara þú veist, ég var náttúrulega bara 16 ára, skilur mig, og alveg svona strikt, góður kall samt, sko. Síðan voru bara, það voru karakterana, Arils Martinsson og Einar Otto og Jón Guðbrands og Kristján Óli og mann ennþá þegar markinu á Kristján Óla á móti, hvað var það? Það var flugskallamark á Selfossvellinum, það var mjög svona seismic moment hjá mér, manni, úlingur sá þetta. Er hann jafn bilaður innanvallar og hann er utanvallar eða? Já, ætlaði ekki. Hann er svona helvít flottur kallinn. Já, þetta var svona mín fyrstu skref í meistaraflokknum. Ég var ekki tilbúin þá á mínum mati til að spila meistaraflokksbolta. Kannski vegna þess að ég var bara ennþá hafði bara gaman fótbolta, skilur mig og það var fyrst svona því ég er 16 þá finnum maður svona ok, ég er kannski svolítið með eitthvað annað, ég er efnilegur, skilur mig, fólk aðeins að byrja að tala hann og ég var meira og minna bara í 3. og öðrum flokkana 2008, en 2009 þá var maður komin aðeins meira inn í þetta, Gulli Jóns þá
tekið við Spilandi þjálfur eða ekki? byrjaði sem spilaði þjálfari, þetta var bara eitthvað fyrstu 2-3 leikin eða eitthvað nei, býtu Spilaði eitthvað 10 leiki? Nei, hann spilaði alveg í síðasta leiknum hann múti afturöldingu þau fórum upp sko, þannig að það er vitlis í mér hann var spilandi, hann var allan ekki mikið sem spilaði allan hann var mjög flottur og það var bara svona alvöru lið bara eins og segi karakterar hana góður aldur balans og aldrei hana reynslu og efnilegum strákum og já, maður fekk svona snefilina meistarafótbolta hana alvöru sko og síðan förum við upp og enga síður, þú veist það væri samt bara einhvern veginn mikið til á bekknum þetta síðan spila kannski frá byrjunni kannski 3-4 leiki sem er bara eðlilegt, maður er 16 ára og inconsistent sko og svona hrár sem skapar samt á jákvæðan átt sko að því maður fær smjörþiðin maður er alltaf í hóp, maður er alltaf í meistarafloknum skilur mig og þá er maður svona ok, þú veist, þetta var smá svona vombrið þetta sísón, þú veist, í haustnum sem ungu leikmaður, þú vilt spila alltaf leiki þannig að 2010 þá var maður svona þá fyrir þetta að gera svolítið hratt hjá mig finnst mér sko þegar Gummi Ben tekur við sko þannig að þessi 2 ár 2010 og 12 þá finnst mér svona progressa svona til að hratt í hvað segir maður, hæfileikum kannski eða þú veist, maður verður að vera betur og betri einhvern veginn, mjög svona hratt og já, þú veist, Gummi Ben þú veist, það fórum hann 2010 tímlega afhverjulega underwhelming season skilur mig, og hann bara enga einægilega góðir í efstu deild, nei, þú veist þetta var bara eiginlega allt heimamenn skilur mig og sem er alltaf romantíst sko, en það er bara heimamenni þurfa þá að vera helvíti góðir sko, og það var líka á þessum tíma það var aðeins meira munur á deildunum tveimur, og þú veist, það var aðeins meira stökk ennir í dag sko held ég vil ég meina sko og förum niður og síðan ég fer síðan í 2000, eftir það tímabil mjög stutt á lánstöld til AGF á 18 ára bara það er í einhverja 4 mánuði sko og það var fyrir eitthvað svona steikt einhvern veginn, ég var eiginlega bara úlingaliðinu allan tíman sko og var einhvern veginn aldrei að fara að fá eitthvað tjensi á aðliðinu sko og endaði sem bara að koma heim skilur mig, veist, þetta var eitthvað svona já, það fór lán, síðan bara ákveðu hvort við viljum sæna skilur mig, sem var ekkert úr því kom bara heim og þá Logi Ólafs tekinn við Selfoss og Auðun Helga og við förum upp það season og svo ég fara svolítið hratt yfir þetta sko, en bara svona aðeins að rifja þetta upp og síðan 2012 þá þetta svona síðasta season í Íslandi og þú veist, þá finnst mér bara svona að taka stökkið til að svona hratt, skilur mig, og maður fann alveg þú veist að maður þyrfti að fara á hærra level annars myndi ég staðina sko. Já, 2012 verður með 7 mörk í 22 leikjum í liði sem að fellur sko já, þarna fannstu bara okkur, ég er klár, að þú talar um að vera ekki klár þegar þú komst þarna fyrst 16 ára nú er ég bara klár í stærra stök. Já, klárlega, sko, ég fann það alveg, þú veist, þetta var þú veist, maður fann það bara þú veist, æfingarnar, maður bara það voru auðvelt með fullri virðingu fyrir þeim sem voru þarna skilur mig, en maður var bara það var ekki challenge skilur mig og ég var líka alltaf hausnum bara, ég ætla ekki að spila ég ætla ekki að fara annað lið á Íslandi, ég vil fara út í mennskuna, en sem ég þrátt fyrir það, þú veist, þá þáttur að ég gott season 7 mörk og efnilegasta leikmaður deildarinnar, þá var ekkit, þú veist það var ekkit erlend lið en eitt skilur mig að kaupa mann eða komið tilboð, þá Aggi minn reddaði mig bara einhverjum 3 reynslum bara út af samböndum sem hann hafði sko, sem ég fór til reynslu til Djurgården og Silkeborg og síðan Viking í Noregi og ég meina reynslur eru bara þú veist, þú ert þannig í viku og þetta er bara heppni oft sko, þú veist, hvað átt að sína á viku þú veist, þetta er svo margt í þessu og þú veist, var í Silkeborg gekk ágætlega og þú veist, Djurgården var fyrir eitthvað bara lélegt, þú veist klúburinn einhvern veginn synti mann ekkert nægilega vel, þetta að redda með taxa sjálfur á leikina einhvern veginn og sem fór í Viking í Noregi og þar gekk allt upp, bara eins og í sögu skilur mig og síðasta daginn, þú veist, ég er að fara heim, þú veist, á bankar þjálfarinn æstur í gluggan, sko, að þú veist, segir mér að bíða til að koma niður og gaf mér númerið sitt, sko, þá vissi ég bara, ok, þetta komið í gegn, þú veist, ég er að fara að sæna hér og já, sæna þá
fer þá í janúar 2013 til Víking í Noregi og sæna 3 ára díl þar. Eitt sem okkur langar ef við fer aftur til ásins 2010 að því að mjög góð vinur þáttarins var í þessu Selfossliði 2010 Viktor Unnar Illugason hvernig kom hann inn í hlutina að það? Hann var flottur sko Já. Hann var svona ára yfir kallinn sko. Ég man að þú veist að maður ungur þá vissum maður svona já, hann var búinn að vera eitthvað í redding og þú veist, það alltaf svo cool sko, það var svona ungur leikmaður sko og hann var líka helvítið góður kallinn sko, hann var alveg gæðið hann að skilur mig og gerði alveg fínustu hluti þetta sísoni sko ég held mér þess að ég skuldi honum ennþá fyrir eitthvað skó sem hann gaf mér eða eitthvað og ég ættir að borga honum fyrir þá Já, hann pottið að hlusta en hann mun hafa sambandi hann heyrir bara í mér ég legg inn á hann Fólk sem að margir kannski hlustum sem vita ekki eins og Jón Daði kemur nú Gummi Ben að þjálfa þetta lið og svo ætla ég aðeins að byrja út í skröðla útlendingar sem Viktor hefur nú eitthvað aðeins talað í sem þætti Gummi Ben sem þjálfari kemur þér óvart hans ekki þjálfari í dag, hvernig var hann? Ég held að Gummi Ben hafi bara fattað það sjálfur án þess að ég setja orði í hans munn að hann bara þetta sé ekki fyrir hans sko Já. En það getur vel verið sko en þetta var svona skemmt hann var ótrúlega góður ungur leikmennina sko hann var rosalega svona skilningsríkur fannst mér mjög góður við man to man sko management sko mér fannst hann góður að lesa á einstaklingi eða svona lesa á hæfileikana ef maður var með eitthvað sko og sá það kannski til að fljótt með mig og en hann var kannski það sem hann kannski skorti sem hann var bara sem þjálfari þá getur ekki verið ómikil vinur allra hann var kannski svolítið svona ljótt að segja þetta kannski aðeins og félagsvætt skilur mig þú þarft stundum að finna distansið skilur mig finna balansin en ég meina ég man líka hann tók þátt hann var nýtekin við og tók þátt eitthvað 2-3 æfingum sko þú alveg þú veist ógeðslega góður sko bara ennþá sko það var bara unun að sjá hann sko þannig að maður líka bara svona ungu leikmaður vissalega á honum og fannst skeið spennandi að þú veist það var líka bara svona mótiverandi fannst mér að hann var þjálfari minn skilur mig sem ungu leikmaður þá var maður svona ég ætla að sýna honum þú veist hversu góður ég þú veist það var svona þá færið svona nafn skilur mig sem þjálfara þá þú veist finnst það bara mjög jákatt fyrir mann svona mótiverandi en hann var fít sko Já, ef ég fæði að spyrja eins og segja 2010 þá fallið með 17 stig eftir 22 leiki og 2012 þá með 22 stig eftir 22 leiki en þeir voru allavega skárri 2012 en 2010 með Lóa Ólafs Já, þá voru líka með aðeins meiri gæði kannski eða þú veist, hvað sem fleiri erlenda leikmenn og það var einstaklingslega að sé bara til að gott lið sko. Þú ert með Viða var þarna, Óli Kalli, Finnsen ég var þarna og síðan vorum við með Babakar Sarr sem var mjög flottur og það var svona unit á miðunni en ég held að það sem bara aftur eins og við varum að tala fyrr í þættinum þú veist, það var bara stefnan skilur mig, var bara ekkert rétt þú veist, það var bara viðmiðið var bara að halda okkur í deild að meðan maður eftir kannski að hugsa tilbaka bara okkur það viðmiðið, okkur reynum við ekki bara frekar svona þess herra veist, að því mér finnst þetta oft svona unconsciously bara svona segja sjálfur þú ert örugglega að fara að falla Já, og tapa flestu leikjum Já, þannig að þú veist markmiðin voru kannski ekki náða skýr skilum við ekki það að ég sé ekki að voru hrifin af markmiðsetningum eða eitthvað svolítið ég trú ekki persónulega eitthvað mikið á það sko en bara svona aðeins skýrari stefna skilur mig og bara aðeins mér skipulag þetta var bara við fórum svolítið blindandi í sjóin í þetta season skilur mig og það er bara þú veist, endaði bara að falla þú veist bara sem var samkjant sko. Kapal útsalan auðvitað í fullum gangi þar og þeir eru búin að opna í firðinum en þeir eru í Smáralindinni og kringlunum líka og ég svona aðeins furða mig á því hvernig þeir geta verið með útsölur með við verðpunktinn sem að þeir hafa verið að setja Já, maður svona staldradóldi við og velti fyrir sig hvernig það er hægt Já, með gæðin til hliðsjónar auðvitað við erum báðir fullt af Kapalfötum Já, kappklæddir Já, við erum kappklæddir Krónan snjallverslun og snjallalausnir smelt og sótt Býtu, hvað er það? Já, það er ekki bara skannað og skundað út líka með smelt og sótt sko, versla þá í snjallverslunni og sækir á leiðin út af bænum komum við út á Granda, Mosó Selfossi og svo eru þetta búið að opna í Lindum Já, þannig að þú ert að fara í sumarbústað hoppar inn, grípir pókana, ferð Já, og svo getur líka sko, keypt djúpstettan kjúlla eða bara kjúlla
á djókverði sko. Já, herri, ég er enda að verða að segja, Fáránlega gott. ég var í Krónulindum í gær frekarinn í fyrradag Já. og þarna var í Krónulindum og þetta, ég skal bara viðkynna, þetta var fyrst eins ég fór hanga síðan hún opnaði. Fórstu Það er- tjekki? Ég fór að tjekki og það er ákveðið lifehack að fara að versla í Krónunni sko, ég kom í sumarfrí sko, þannig ég fór klukkan 1 daginn, það Já. sem var rólegt, svo góð tónlist í búðinni og breiði gangar og eitthvað, þetta er náttúrulega algjör snillingar á Krónunni. Mér langaði bara ekkert að hætta að versla það. Gæðu verslun sko. Íslandsjóður. Það er einfalt að kaupa í sjóðum Íslandsjóða í Íslandsbanka appinu og netbankanum. Þú fær 25% afslátt að kostnaði við kaup og greiðir ekkert afgreiðslugjald. Mikið var gaman að hafa kvöldinu. Já, svakalega gaman og vel að öllu staði hjá Íslandsbanka. Þeir eru fagmenn fram í fingurgóma og það er alveg sama hvort þeir eru að halda viðburði eða stýra eignum eða sjóðum eða annað slíkt. Þú veist að þú fær fagmennskuna þar og lámars uppæðin er 10.000 krónur eða þú ert að fara í sjóðina. Já, Rósa marketingteimið og Jóhann og menningarkísla. Aðstofan sjóðstjóra landsins, við skulum ekki gleyma því. Allir í reglunarsparna. Sláandi sko. Ég dróst stuttastráð að þurfa að vera við hliðina á honum á þessum viðburði upp á samanburðin. Já, ég var klókuð þar. Já. Það var taktíst. Þú gengur til liðs við Víkingi í Noregi frá Stavanger sko, hvernig var að búa í Stavanger og hvernig hendaði klúbburinn er? Bara mjög vel. Stavanger er frábær bær að búa í, rosalega indælt fólkana, gott samfélag og bara þið fullkomna skref fyrir mig að taka af því þetta er svona oft sem að heyrir þú veist með unga leikmenn í dag að sem eru góður í Íslandi þú veist, okkur er gæðin ekki farin til Englands eða þú veist Hollands eða eitthvað þú veist, ég held að fólk áttu sig ekki alltaf á mununum á levelum skilur mig, Noregur hljómar ekkert eitthvað skilur mig, rosa heitlandi þú veist, erum fólks þá er þetta bara, þeir eru á hærra leveli skilur mig, en við alveg töluvert sko. Og ég strögglaði alveg massít fyrsta sísoni þannig skilur mig, ég var eiginlega bara orðið mikið til í varaliðin hjá þeim og að því það var bara getumunur skilur mig, veist, og ég var alveg komið frá litla Selfossi, beint í mennskuna og það var bara alls konar fítusar, allt innan meiri alvarleikir skilur mig, væntingar gerða til þíns, pressa stuðningsmenn spila fyrir framann 15.000 manns þá skilur mig, það var alveg nýtt fyrir mér, ég var ekkert vanur þessu og ég kem ekkert frá svona fótbolta kunnáttu fjölskyldu skilur mig, ég var bara einhvern veginn hafði bara gaman litli strákur frá Selfossi. Já, í raun og veru, þú veist, ég bara henni bolti, sólaði 3 og skoraði það er bara gaman, skilur mig, síðan fer ég allir í svona meira strúktúrerar, skipulegra meiri svona alvarleika, einhvern veginn það var bara, tók mig meiri tíma en kannski margan annan að venjast sko, og komast í takt við en ég var hann í þessi 3 ár og hvert ár var alltaf betra skilur mig og fyrsta árið var ströggl og en það góða samt við Víking FK Víking er að ég kom hana bara á peanuts skilur mig, ég veit ekki hvernig ég hefði efna á mjólk og brauð to be honest sko. En þá er mér í þolinmæði skilur mig og þeir gefa fleiri tækifæri, þeir sjá ráleikan og þeir mér í þolinmæði, þeir sjá potentialið og það sem gerist þessi 3 ár maður klífur upp að stiga árangur skilur mig og og endanum 3. árið þá er smá svona I figured it out skilur mig og líka bara líkanlega geta og annað fitness og allt bara levelið bara komin í vana síðan verður líka bara maður annar sem hjálpa mér hérna helling og það var Indriði Sigursson sem var fyrirliðin og mjög vannmetinn leikmaður á mínum mati á íslensku mælikvara hann var hana bara sennilega bara in his prime allan að fyrsta ári sem ég var hana hann var ógeðslega góður, ótrúlega virtur hana í Víking og var bara svona smá föðurhlutverki fyrir mig sko, ég var bara ungur og vitlaus skilur mig og engin kunnátta sko og bara mjög svona rár og hann var rosa góður svona að bara hönda á öxl skilur mig og aðeins bara svona þú veist bara wisdom þú veist fyrir mann og síðan var alltaf komið fleiri íslendingar í Vakkabót sko. Fór hugurinn eitthvað að reika þannig fyrsta árið þegar þetta var brekka eitthvað að ég fara aftur heim og láni Selfoss eða varstu með harðan haus? Ég var bara með harðan haus sko, ég var bara þú veist, bara stick to it sko. Það var bara svona mantran í mér bara ég ætla ekki að koma heim þú veist, ég ætla bara stick to it Ég ætla ekki aftur heim? Já, þú veist, ég með 3 ára samning þú veist, ég ætla bara
maður fann svona, þetta var ógeðslega erfitt skilur mig, þetta rosalega þetta þú veist ég ekki að setja, alls ekki að setja út á stráku sem koma heim snemma en þetta mentally erfitt sko, þú veist, það svo mikið á vonbrigðum og þú veist, mótlæti þú ert mætni umhverju og það bara þú kannski búin að vera framúrskarað í Íslandi og allt eins þú bara komin, þú bara pínlítið fiskur í stóri tjörn, skilur mig og ert ekkert maður lengur og þú ert bara að ströggla þú veist, þú ert bara eftir á þú veist, þetta bara erfitt, skilur mig og síðan bara svo mikið að fítur sem í þessu þetta bara meira en bara að spila fótbolta, skilur mig og ég veit ekki hvernig maður fór að þessu, skilur mig maður var bara einhvern veginn, þú veist það var bara eitthvað í manni, þú veist, bara mér langar ekki að heim, skilur mig, ég ætla bara að reyna að sjá, þú veist, kreista út allt sem ég á, skilur mig, úr sjálfum mér og sjá hversu langt ég get komið mér á minni eigin getur, skilur mig og þetta tók bara svona gradually tíma, eins og segja að klífa upp hana stiga, sko og þetta greinilega ekkert minna erfitt andlega heldur en bara á vellinum sjálfum Nei, ég meina, þetta bara mestmengnis andlegt, sko þetta svo, þú veist, þú ert bara efasemdir, skilur mig og þú veist bara að pressa og allt þetta, þú veist þess vegna finnst mér held ég svona fyrstu 2-3 árin það bara svona einhvern veginn eftir það og maður bara svona þraul þjálfaður einhvern veginn í því og maður bara vanur þessu og svona það því þegar maður ungur, þú veist þá maður svo persónulegur, það bara okkur þessi Hannes hann að segja ég get ekki raskat í fótbolta, veist, gagnrýni skilur mig eitthvað, þessu í dag maður bara, já, þú veist, flott skilur mig, þú veist, maður einhvern veginn trufla mann ekkert lengur, en þú veist það margt alls konar svona hlutir skilur mig og þetta eins og segja, þetta bara erfitt umhverfi, eðlilega því það ekki margir sem annað, sko. Nei, það sagði enginn átt að orða kannski eitt, auðvitað, eftir að higgja þetta líklega bara eitthvað besti klúbbur sem gast lent á Alveg klálega, ég held að þetta sé svona sennilega mikilvægasta skrefið mitt á mínum ferli, sko. Að hafa farið til Noregs bara út frá levelið var hátt fyrir minn standard ég var ekki tilbúin í hærra levelið þetta, langt í frá og ég þolimaði og spiltími sem ég fæ meira en ég hef farið til mér svo hærra level, skilur mig því þú veist, það bara málið, þú veist maður bjó bara ykkur lítil kjallaraíbúðana, skilur mig á skíð og ingenting, skilur mig og þú veist, en það aftur á móti maður fæði það sem ekki þolimaði og það sem gefin, skilur mig, og þess vegna svo mikið gott oft fyrir unga leikmenn í Íslandi að vera opnið fyrir Skandinavíu, skilur mig því þú veist, þú auðvitað, ég ekki að segja að það sé bara charity, skilur mig, það sé bara gefið mínútur ekki að sé, skilur mig, en það klálega meira þóla með kakvart, þú veist, óstöðuleika Árið 2014 fyllist liðið af Íslendingum, Sverrir Ingi, Björn Daniel og Stálmúsin auðvitað, Steinþór Freyr Björn Daniel markaðistur þetta tímabil kannski tvennt bara ef við förum í þetta tímabil áður en förum í 2015 tímabil sem var frábært fyrir þig persónulega hvernig var að spila með Íslendingum þarna, hvernig var þitt gengi og Sverrir Ingi, sástu hvað fyrir hann myndi eiga þarna fyrir þér? Já, sko, hann kemur hana, þetta svo fyndið eins og tala hérna, þetta svo fyndið að tala hvernig menn eru tilbúinur ekki, hann kemur hana fyrsta sísoni og það bara on it, skilur mig það bara eins og ekkert meira eðlilegar fyrir hann, skilur mig og þó hann var að koma bestildinni bara já. Og frá Íslandi kannski bara vegna þess að hann bara búin aðeins hærri standardin ég, skilur mig, blikunum eru Íslandsmeistarar, held ég og hann fyrir held ég tekur næsta skref á undan mér, sko skilur mig, fyrir til Lókeren minni mig passar og hann var frábær, skilur mig, mjög góður þetta fyrsta debut season hjá honum bara solid og bara gerði mjög vel sértu með Björn Daniel var hann líka og Steinþór Freyr þetta var bara ómikið, sko ég skal bara segja það, ég held að þeim sé alveg sem að ég segi það, en maður var bara búin að nóga þessu, sko, þetta var eiginlega bara svona orðin ómikil búbla, skilur mig og maður leiður bara best þegar maður var bara með indriða, sko Nei, ég segi svona, þú veist
það var bara alltaf mikið einhvern veginn og það getur verið hætt á því að það verið svona ómikið samfélag milli okkar Íslendingana. Var þetta bara röð tilviljan að endur allir hann? Ég veit það ekki sko, mér fannst að þetta var rosalega mikið, þú veist, hvað voru, 5 en nei, ég allir líka bara Víkingar eru með góða reynsla af Íslendingum, það er örugglega pottið spilað inn í, menn Rikki Daða var frábær þar og það er alveg Ísagan að Birkir Bjarna og þannig að þeir treysta alveg mikið á Íslendingar sko og en já, þetta voru kjánulega margir Íslendingar á þessum tímamóti. Já, gaman að Indriði Sig sé að fá rósirnar hérna. Hann hefur komið þáttinn til okkar. Já, og er að standa sig vel í KR núna. Sko, árið eftir 2015 endar markaðistur liðinu með 15 mörk í öllum keppnum og liðið endar í 5. sæti. Þarna varstu tilbúin eða hvað? Þarna varstu... Hvenær er þetta, segirðu? 2015? Já, þetta, ég fann alveg svona, eins og segir maður bara svona figure it out, skilur maður bara var hann klár einhvern veginn og maður bara hann vanur þessu umhverfi og vissi hvað maður var að fara í, það var ekkert nýtt og plús það síðan 2 árin fyrir þá var maður bara búin að bæta sig, skilur mig og bæta sér leik og átta sig meira á hlutunum og síðan bara ef maður smá svona kemst í frá form að skora mörk og bara spila vel og ég held að Kaiserslautern kom á leik og voru held ég að skáta annan leikmann, skils mér þetta er Veton Berisha en það er oft sem það gerist þegar skáta mæta að horfa leikmann að þið sjá annan í staðinn, skilur mig og ég lendi í því, ég átti góðan leik, skilur mig og þá heyra ekki mér og segja Kaiserslautern hafi áhuga á mér og ég er náttúrulega með mjög spennandi þegar risa klúpur Þýskalandi, þið voru náttúrulega bara samt í Bundesliga 2 þetta árið en enga síður, þú veist ég endaði á að fara þangað bara frítt sko. Varstu samningslaus? Ég var samningslaus sko. Ég skrifaði undir pre-kontrakt sko. Áður en síðan lauk sko. Sem er kannski ekkert oft það er alltaf ef hefði viltu bíða aðeins lengur, skilur mig sjá hvað aðri mögulega, en ég vildi bara tryggja þetta strax, skilur mig, alveg mér fannst það bara svo spennandi skref líka, rétt skref á þessum tímamóti bara svona þróunilega séð og enda í Kaiserslautern, þetta er bara fínustu dvöl í Stavanger. Já, þú talaðir að Víking hafi mögulega verið mikilvægt að skrefið og gott skref. Kaiserslautern sko var kannski ekki jafn gott í þeim skilningi. Akkur klikkaði það ef að svo má orðið komast? Hvað segir, sorry? Kaiserslautern, þú horfður tilbaka, hvað fór úrskeiðis að þetta? Var þetta stuðstopp? Já, sko ég skrifaði undir 2 ára samning á þeim og spilaði bara, hvað var það, hálft season síðan bara gerist EM sko, það kemur eftir þetta season og það gerist svolítið þar. Já, það gerist margt þar sko og það sko og eftir því lauk þá kom áhugi frá, þú veist, Wolves og Queen's Park Rangers og ég man alveg sko ég var alveg svona það var alltaf hausnum á mér þegar ég kem eða svona allavega rétt fyrir EM þá var komið svona hausnum á mér, þú veist, ég vil ekki mér langar að taka, þú veist, fara lengra skilur mig, mér langar ekki að halda áfram á Þýskalandi, þú veist, hugsunni var smá svona mér langar ekki að vera áfram hérna, þú veist, ég var bara einhvern veginn ekki Hvað var það? Mér leið bara ekki sérstaklega vel hana, sko, ég veit ekki hvað það var, þú veist, ég pottið líka bara var ekki alveg á þýskunni og menna, í Nóri náði ég norskunni, skilur mig, var búin að læra hana og þá er allt svo auðvelt, skilur mig og ég var bara ekki að ná að graspa þýskuna og þá einangrast maður svo rosalega mikið, þú veist, þótt að þjóðurinni geta alveg talað ensku þá bara nenna þeir ekki og þá var maður svolítið svona autofit eitthvað neginn og síðan var þetta bara, þú veist að ég veit ekki, mér langaði bara, mér leið bara ekkert vel, ég veit, þú veist, það stundum er maður ekkert með svör við því endilega, en ég var að spila vel, skilur mig, maður var ekkert að spila illa og fann bara Þýskaland, mér var bara ekkert fyrir mig, mér langaði ekki að vera þarna og þannig að því ég snýtt tilbaka í EM, þú veist, þá var ég bara svona rosalega mikið að vonast eftir að bara, já, að fara eins og sérstaklega bara England, skilur mig, þú veist, þá er maður alveg æstur, sko, að því það er svona mekka
Já, sko, við erum alltaf að tala við landslið seinni þettir, menn ég verð að spyrja þig sko að því að það var oft þannig að leikmenn í okkar liðum voru, okkar landslið voru, manni fannst þið vera eiginlega meiri landsliðsmenn heldur en félagsliða menn, leið þér einhvern tíma þannig á ferlinum að vera einhvern veginn frekar að þú væri fótbolta fyrir landsliði heldur en félagsliðið? Já, ég heyrti þetta áður sko, en að þetta svo fyndið vegna þess að ég var að ræða þetta við hvort það var viðar eða eitthvað daginn að, veist, að fólk kannski bara með ákveð perception af þér sem leikmanni fyrir landsliðið en það sáði kannski ekki mikið spila erlendis eðlilega, vegna þess að ég var því miður náði aldrei að spila á alveg efsta level eins og Premier League eða þessum deildum sem eru sjóvarpuð þannig að veist, í landsliðinu þá var maður bara í ákveðnu hlutverki sem virkaði og maður spilaði bara mjög mikið inn í það og versus síðan ég kannski í Redding sem possession based og þú veist, maður meira að tjá sig á vellinum á boltanum og aðeins meira svona, hvað segir maður, meira í boltanum heldur en landsliðinu, þetta svona tvö rosalega öðris hlutverk og en það virkaði skilur mig, þannig að þetta svo fyndið þessi fólk kannski sér fyrir mér að ég var alltaf þessi duglegi skilur mig og hlaupandalust og ég viðurkenni það alveg að var smá svona, þú veist, ég vil ekki Þú veit hann duglegur alltaf að frammi alltaf svo hleypur svo mikið ég menn langar ekki að vera góður í að hlaupa skilur mig, þannig að það var alltaf svona, þú veist, ég vildi að fólk sæi hinu hliðana líka. Já, ég man að stundum kom Jóndaði, hann alveg góður í fótbolta Já, þú veist, en þú veist, þetta bara eins og það, þetta gekk vel og þú veist, þetta, ég segi, maður var bara í kringum frábæra leikmennana í landsliðinu sem sá mönnum hlutverk og gerði það vel, ég meina marka hlutallum í landsliðinu er ekki til að hoppa húrra fyrir, skilur mig. Nei, ég þurfti alveg að googla þetta tvisvar í dag, sko. Já. Nei, ég ætla hann ekki veltur upp úr þessu, Leifur búin að spyrja hvernig var að vera spilið sko, Ísak Bergmann í okkur dögunum og hann var að tala tíma sér í Düsseldorf í þýsku B-deildinni töluðum á hann stökki og bestu deildinni í norsku deildina gæðin í Bundesliga 2 hvernig eru þau? Þau eru flott sko, þau eru alveg góð sko. Þetta er svona, eins og ég segi ég berið saman Championship sem B-deildin á Englandi og Bundesliga 2 minnst Bundesliga 2 aðeins meira possession based, ekki eins dynamic og direct og Championship þannig að tempoð er örlítið hægara en gæðin kannski öðrísi aðeins betri jável að meðan England er bara útrúlega mikið ping-pong á köflum sko. Þetta er bara, ég man ennþá eftir fyrsta leiknum í Champ, það var bara alveg svona ákveðin upplifun, það var bara boltinn þarna og síðan að koma þarna og nú leikni það var bara einhvern veginn svona tempo change döðan sko. En Championship var hann líka bara miklu stærri en Bundesliga 2, er það ekki það? Jú, það var allan með leið þannig sko og þegar maður var hann En svo eru, maður allavega með myndbönd og myndir sem maður sé sko það eru bila flotti vellir og þetta eru flotti klúbar í Bundesliga 2. Alveg geðveikir sko og stuðningsmennir eru geðveikir líka sko það er útrúlega vel aðsótt og leikið hana og veist maður spilum við Núnberg og fleiri liðum bara með, ég veit ekki hvað marga sko, stuðnismenn á vellinum en þannig að þú veist, og þjóðurar eru bara, finnum við alltaf ástriðu fyrir stuðnismenn, þú veist, bara alltaf að senda mann eitthvað bréf skilur mig og sæna eitthvað spil eða eitthvað skilur mig að meira sem var Englandi og fekk maður alltaf, þú veist, senda hann post frá þjóðurum skilur mig Já, Ísak fekk nú að finna verið í þegar hann fór á Düsseldorf sko. Já, eins og geta elska mann og geta vantanlega líka voruð brjálæðir. Það eru auðvitað að elska Jóndaði held ég. Sko, hann eins og Jóndaði segir, þú varst eiginlega búin að ákveða þegar þú ferði á Evrópumótið 2016 sumar og segir, ég gæti ekki koma aftur. Það var svolítið þannig sko. Ég var bara svona, þetta er svo stór gluggi skilur mig og ég vona bara að þetta maður ná að standa sér nægilega vel til að fá áhuga annari liða því það var bara orðið komið í kollin á manni og maður var bara að hugsa síðustu leikin í Þýskalandi, þú veist, ekki meiðast sko. Og þjálfarinn bara, ákveðt að taka allt dótið með þér? Já. Nei, þú veist, dótið var alveg ennþá en síðan kom ég líka svo fyndið ég kem tilbaka og það hjálpaði ekki það var komin nýjum þjálfari og ég fann strax bara svona, skilur mig bara svona orku, þú veist, að ég veit ekki hvað það var, maður bara finnur stundum þú ert ekki alveg í hans plönum og það var svolítið svona væpi frá honum hann tók mig á fund, ég man ekki hvað hann heitir Tyrki líklega ekki að hlusta þetta nei, og ég tek mig á fund skilur mig og fer ekki að tala hvernig hann vil spila fótbolta síðan nefnir hann okkur landsliðið og hann
spilar alltaf niður árangurinn og það sat alveg í mér, hann sagði svona já, þú veist, þið náðu þessum árangri en ég meina, þú veist, hvernig þið spilið strax eftir EM já, í staðinn fyrir já, það var svona vibe skilur maður svona ok og síðan var maður alltaf þess að þjóðurinn svo vilja alltaf, þú veist, taka þið vita að það var alltaf frábæra árangur sko. Þannig að og fór í taugunar á honum, hann var eitthvað að segja ég ætti ekki að fara í þessu viðtöl skilur með, veist, bara fólk á fjölmiðlunum á æfingsvæðinu, vildi taka, hann bara eitthvað fór alltaf til þér og nei, þú veist og svona fór í taugunar á honum eins og það var eitthvað svona ómikil athygli á mér og það var svona, maður fann þetta alveg, þú veist og En ertu ekki búin að fatta að þetta alltaf mögulega þegar þú settir hann á móti Tyrkjum þegar þú tók á 0-3 sko? Jú, kannski Tyrkir hattaði sko Jú, mögulega sko En þetta hjálpa allan ekki og hérna en síðan, þú veist, það tók alveg sem tíma líka að komast í Wolves sko þetta var alveg, held ég, 4 tilboð endanum og ég þurfti því miður að vera leiðileika einn skilur mig til að fá mínu framfæri að komast í burtu sko Og hvernig gerum maður það? Bara nefn í borðið sko þú veist að því ég vissi bara það nú eða aldrei skilur mig þú veist, ef ég ætla að komast til Englands það er lið sem er svona mikið áhugasamt á þér þá var það núna sko og þú veist, ég enda bara að eiga mjög harða samræði við þú veist stjóran og líka direktorinn og allt sko sem er ekki gaman og að því þú veist þeir vilja halda þér skilur mig en þú veist, ég var bara þetta er bara minn ferill skilur mig ég fæ ekki oft svona tækifæri ég vil stökkva á þetta Voru þá bara með eitthvað verulega óhreinvar kröfur verðið? Já, og ég bara síðan sagði bara, þú veist, ég er ekki þjálfarinn og ég erum ekki að nást saman heldur sko sem er ekki hjálpa, þú veist, ég finna líka bara, sagði bara, mér er ekki að fara að líða vel hérna, þú veist, og það er ekki að hjálpa mér eða ykkur síðan eftir endur deg þá fór þetta loksins í gegn sko og það var bara, ég var alveg himinlifandi og ég man ennþá símtali sem ég fekk það var frá þjálfaranum, hann heitir Kenny Jackett hann er lestundaginn blessaður en hann ringdi mig og bara útrúlega svo fyndin breyti bara koma bara hérna strax næstu flugvél á morgun, þú veist, klúbban er ekki búin að semja sko og bara skrifundir en síðan þegar ég mæti hana og ef með sanningin í höndan þá bara, búið að reka hann var bara Kenny Jackett sagt og við tekum bara Walter Senga við bara ykkur ítali en ég meina það skipti mig einhver máli ég bara skrifaði og leta á þetta Já, það voru ekki um einhverju 5 þjálfara fyrsta tíðanbili sagði Þetta var upplifun, já En Úlfarnir voru búin að leggja fram 3 tilboð áður en 4 var samþykkt og í miðdeginni þurfti þú líka að berja í borðið þannig að Kaiserslautern vildu alls ekki losa þig og Úlfarnir vildu ólmir fá þig Já, það var þannig sko, þetta var rosalega erfitt af því ég er ennþá svona, hvað er ég, 23 ára eða eitthvað svo leið svona, 24 og þú veist, maður var ekki alveg komin kannski með þroskan í að vera þessi karakter sko að standa með sjálfur sér, þú veist, þetta er erfitt skilur mig. Varstu einn í þessu eða þú veist, hvernig er þetta fyrir svona unga manna? Þetta var basically bara ég og einn sko, að því maður var í stöðu sambandi við Agga, minn og hann alltaf bara sagði mér að það er bara svo mikið sem ég get sagt fyrir þína hönd, en þú verður alltaf bara að gera þetta sjálfur líka sko, að þið þurfa að heyra þetta frá þér og maður séð aðra leikmenn sem maður spila með í kjörnum tíðina sem eru bara ekki alveg með nægilega mikið guts, skilur mig að standa með sjálfur sér og bara tala við, bara eins og þú, bara ástríðufullega þig sjálfan og þinn feril og það var sorglegt vegna þess að þetta er manipulative, skilur mig og þú veist, ef þú segir bara já, allt í lagi, ok þú veist, þá er þetta eiginlega ekki verið sjálfur þér, skilur mig og við minna mikið af klúbur sem er skýt saman með því eftir þetta, þú þarft að sýta með sjálfur þér sko. Þetta er helviti gott sko. Akkurat máli og eins og talar bara Af hverju hann að vera eitthvað giftur Kaiserslautern er búin að vera þetta í korter sko. Wolves er að banka Fótboltaheimurinn er harður heimur og þetta er merkilegt að því að þú veist líka að tala á Selfossi þú veist, næri niður á öll level að menn þurfa að taka ákvarðin fyrir sig og hver fyrir sig og fyrir árangur og það er ekki að sama allir sem vinnir og líð ná í árangri eða leikmaður og fyrir þig að vera svona ungur þú veist, að því að maður hugsaður alltaf völlin sko, en þetta er alveg stór partur að það þegar maður, á sama tíma er maður alltaf stutt á milli einhver sem bara eitt rannskref eða ekki rétt skref og allt fyrr Ég kallaði líka, sorry, ef ég fæ framlengja þessa spurningu, þú veist, ég kallaði líka bara svo góðan eins og Leifur segir 3-4 tilboð á Wolves, það hefðu
að ég held 70-80% verður bara, já, ég er ekki að fara ég verð bara að vera áfram með það Já, einmitt, sko. Þetta var alveg þetta erfitt, skilur mig og hérna, þú veist, hvort sem við fótbolta eða bara lífið sjálft að, þú veist, án þess að ég hef alltaf verið eitthvað filosófikúlina, þú veist, þá það samt bara staðreind að þú þarft að gera óþægilega hluti til að standa með sjálfu þér og þetta bara einn stór partur af því, sko, og hérna ég mjög þakkláttur fyrir allan að hafa gert það á þessum tímapunkti. Já, og hvað segirðu þegar þú berðið borðið? Segir bara, mér langar að fara, mér líður illa hérna, hleyp mér hérna út. Basically, já, þetta ekkit flókið, sko. Það var bara, ég meina, ef þið eru að fara að halda mér, þá er ekkit að fara, ég er ekkit að fara að vera sáttur, sko. Þú veist, mér er ekkit að fara að líða vel, þá er ég ekki að fara að spila vel, af því, ég meina, þá er það ekkit gott fyrir mig og þá sérstaklega ykkur. Þú veist, og það var ekki eitthvað forst, eitthvað leikþáttur, skilur mig, það var genuine, ég bara vissi að ef ég var að halda hann áfram, þá var ég ekki, ég myndi að ég aldrei komast yfir það, skilur mig, að missa af þessu múfi, skilur mig. Varstu byrjað að labba á æfingum og svona? Já, ég var, þú veist, ég held því miður, sko, það er eitthvað sem er ekki stoltur af, skilur mig, ef maður komin í smá svona leikþátt, skilur mig, eitthvað, að því, þú veist, maður gerir allt, skilur mig, þú veist, þetta er svo kjánalegt sem það er, en inn í end þá föttuður að loksinn, skilur mig, þetta mér líka bara, þú veist, þau gátt ekki neita þessu tilbúði, skilur mig, þetta var til að hafa tilbúði, fengum mig frýtt líka, það var bara góðu business, skilur mig, og ég var ekkert búin að vera eitthvað stórkostlegur, skilur mig, þetta season, skilur mig, þannig að bara flott fyrir þá, flottu business, sko. Manstu eftir momentinu þegar þessu, ok, við leiðum vera að fara? Já, bara heimilíðandi, sko, knúsaði konuna og bara erum að fara að fljúga. Já, og skrifa hann undir hjá Úlfunum og skora í þín fyrsta leik fyrir félagið, verður þar með 1000. leikmaðurinn í sögu félagsins til að spila deildarleik. Ert með 5 þjálfara á þínu fyrsta tímabili og endar 15. sæti. Hvernig var þessi tími? Þetta var alveg galin upplifun, sko. Það var fyrsta season, það var líka fyrsta skipti sem ég fann bara að þetta dröður í sig, sko. Þetta er stærra, af því þú veist þólimaðin á þjálfurum á Englandi er bara ekki til, er bara ekki til, sko, og eða hvað það þessari til, sko. Já, og Wolves þetta var svo skrýtin tími hjá Wolves, þetta er rétt áður en Nuno Santos tekur við. Klúbburinn er einhvern veginn að finna sig í reyna að verða Premier League klúbbur. Kom einhverju kínverski fjárfestarinn kaupum alveg töluvert af leikmönnum og þetta verður bara eitthvað grautur af alls konar leikmönnum, þjóðurnum og bara, þú veist, svolítið chaos. Síðan kemur Walter Senga og hann er karakter sem þjálfari, skilur mig, mjög litríkur, ekki þessi enska rútína og minna þetta, það er erfitt að lýsa þessum tíma, af því þú veist, þetta er svo kaotíst, sko. Ég byrja vel, síðan dregur aðeins að mér, það ekki að skora eins og mikið viljað, síðan var þetta bara strögglega sísonið, við vorum sem í fallbaráttu og förum í gegnum í einhverja, hann er rekinn af Walter Senga, hann Rob Edwards sem var þá aðstofþjálfari tekur við í smá stund minnum mig svo með á síðast tímabili líka. Og Paul Lambert tekur síðan við, hann er síðan látið fara og Rob Edwards síðan aftur tekur við aðeins og við höldum okkur uppi. Ég bara, þú veist, þetta var svo mikil upplifun, sko. Ég eins og segi, ég nefndi það á hann, fyrsti leikur á sísoninu á móti Rotherham útvöldi, bara gerist ekki meira brest, sko, og við vorum bara eitthvað minnum með 2-0 undir í fyrrháleik og ég man í stóðana bara, ég átti bara svona tilhugsun bara, er ég up for it, skilur mig, er ég nægilega góður fyrir þetta levelina, sko, eða það kom þessu hugsun, sko, bara svona að því þetta var svo mikið tempo change og aðeins, bara gæðin aðeins meiri og bara svona. En þarna ertu búin að spila á EM til dæmis, skilur við? Já, ég veit það, en síðan svo fyndi hvernig fótbolti er, skilur mig, síðan bara skora ég jöfnunumarkið 2-2 og þá var maður bara, já, ok, þetta er alltaf lagi, skilur mig. En síðan var þetta season, ég segi, þetta var svo kaotist og við vorum í fallbaráttu og klúbburinn var bara einhvern veginn, þetta er bara svona skrítin tími í sögu klúbbsins, af því þetta var bara svo, hann var einhvern veginn, hann var að reyna að finna sig einhvern veginn og var að reyna með einhverja stefnu og sæna fullt af leikmönnum, svipaðan svo Chelsea sem ég er að gera í dag, svolítið svona út allt einhvern veginn. Síðan fer ég í frí, þetta seasonið var svona, ok, þetta var upplifun
og ég síðan að bíða eftir að fá að vita hvenær að mæta aftur af því þetta var núna var tekinn við Já, þetta sömur 2017 Já, þannig að nýr þjálfari tekinn við og Paul Lambert sem var þjálfari hann gaf mér viku ekstra lengur út á landsliðinu sem bara oft mjög eðlilegt skilur mig en þannig að gefa mér smá svona hvað ég naív á þessum tíma sem ungu leikmaður að þegar komið nýr þjálfari þá mætir bara réttin tíma, sama tíma hinnir þá þráttur að hinn þjálfarinn var búin að gefa þér viku frí þannig að ég fatt að þetta ekki skilur mig og þegar kemur nýr þjálfari þá viltu bara mæta strax skilur mig, out of respect og bara þú veist núlstilling skilur mig nema að ég heyri bara ekkert hvernig ég að mæta og síðan bara, þetta eitthvað voða skrítið sko, síðan mæti ég hana og þá ég bara, ég bara ekki inn í myndinni hjá honum sko. Fæst ekki þess að mæta á æfingu? Mæti ekki á æfingu, ég bara settur til hliðar í 21 liðið takk fyrir og í ræktina og þetta var rosalega lélegt sko, léleg vinnubröð, þetta fótboltinn, þetta bara svona, þú veist, þetta líka mikil lærdómur skilur mig sem maður upplifið, þetta bara svona England, þetta bara brútal og þú veist, ég man á þeim tíma þá var maður smá svona þetta ósangjant þess að dag maður hugsar að þetta er bara eðlulegur hlutur fótbolta skilur mig. Þarna ertu nýbúin að vera að spila á móti Króatíu sem vinnið 1-0 Já. Það varst ekki að koma úr einhverju bender sko, varst bara að setja hann á móti ef þú varst að spila á móti Króatíu sko. Já, og en þú veist, og það sem var svo lélegt við þetta þú veist, var að það var ekki talað um hann maður bara, þú veist, það var bara Aggi sem var að segja mig hvað var í gangi og ég bara var bara professional skilur mig syndi mínu, það var ekkert að væla og bara basically finna annar lið og en Redding höfðu áhuga skilur mig að því ég held bara að mér gekk svo vel á móti þeim yfir síðan og spilaði mig vel og það var eiginlega jafn stam sem þú veist, heyrði í mér og þú veist var áhuga samur skilur mig og Redding enda að kaupa mig þannig að það var bara flott sko, þú veist, gott skref að því, þú veist, en síðan svo fyndið þú veist, maður er ekki eins og bitur nei, þú veist, að því þetta er að finna skilur mig, þetta er bara eðlilegt þetta er bara business fótboltinn er svona, skilur mig þannig að þú veist, það er svo mikið ungu leikmenn sem bara eru, hvað bulli þetta þú veist, allir heimur á mótið er skilur mig en þú veist, maður var það kannski þá aðeins en eins og maður lesið þetta í dag og maður bara, já, þú veist, þetta er bara fótbolti skilur mig, svo galið sem þetta er sko. Sorry, ég verð að afsaka þess að reyði upp þessa tíma hérna, en þetta er svo áhugavert þú mætir hérna aftur heilsaði núna á þér eða finnst þú bara aldrei spjalla? Ég sá hann aldrei sko. Vá, af því að en ég bara, ég vissi bara þetta gerist líka svo hratt áhugin frá Redding kemur bara strax þetta er bara nokkri dagar sko. og ég bara flytja á Diego Jota, þú veist, hann flytur í húsið sem ég var svo sambandið og hann skilur mig þannig að hann flytur og síðan, þetta er svo fyndið svona hænsat, það er gaman að pröfa að ef ég fengi að sanna mig skilur mig fyrir framann fyrir þessum þjálfara af því hann var með frammeirðarna sem að mínum að mér finnst ég vera betri, þetta er Leon Bonatini það er kannski arrogans en veist, mér líður eins og ég sé betur en hann það hefur verið gaman að spreita sig allana sjá hvað maður hefur fram að bjóða en aftur, þú veist að fótbolti er bara svona skilur mig fullt af góða leikmærum að fyrsta tímabilið Matt Doherty, Conor Cody, náttúrulega 2 Woods Legend Morgan Gibbs White og fleiri góðir Morgan Gibbs White, allt brjálað því hann var ekki enska landshópnu núna, talaði aðeins um hann í myndbandinu sástu eitthvað þarna í honum? Já, þú veist maður, eins og segi sama með hann og Lise er að það sem maður tekur oft með maður sér oft ég ætla ekki að þykast að já, ég vissi að hann var að fara að vera eitthvað og ég vissi ekki, ég hafði ekki hugmynd ég vissi ekki að Morgan Gibbs White er svona góðu skilur mig, sama með Lise en það sem maður sér oft þegar ungi leikmenn fá að spreita sig með aðliðinu þá sér maður bara bodylanguage svona hegðuninni er það að mæta með svona smá arrogance, attitude reyna að kloppa fyrirliðan skilur mig tækla eitthvað, þú veist eru með smá kjaft skilur mig þeir oftast einhvern veginn eru þeir sem er allan líklegri til að ná árangri skilur mig og eins og Lise hann var mjög arrogant á vellinu skilur mig og bara svona var að reyna að chippa einn á því markmanni og klúðraði skilur mig en hann hafði allan þetta sjálfströð skilur mig og saman með Gibbs White hann var svona
svipaður karakter, skilur mig. Já, svona bóler. Bara bóler, sko, og veist, og þeir hann var flottur, síðan, já, Conor Cody var geggjaður, mjög flottur leikmaður, óþólandi svona skjáser samt, sko, bara alveg talar í eyrað á manni á morgun, bara nývaknaður, sko, you're right, lad, og þessi hreimur, sko, svona klukkan 7:30 á morgun til, ekki alveg nennaði, sko. Hann var geggjað svona fyrirliði og bara svona ótrúlega góður sem erlendur leikmaður og mjög svona hönd í öxl, skilur mig, og hjálpa manni og setla og Doherty flottur líka. Já. Og síðan var Carly Keme markmaðurinn líka, hann mjög flottur, sem fekk hvítblaði greið, en hann sem betur fer náði sér af því. Já. Ef ég má spyrja, þetta besti samningur á ferðinum? Já, það ekki. Já. Jú, myndi segja það. Já. Stemmingin á Molineux vellinum? Mjög góð. Já. Ótrúlega skemmtilega völlur. Svona ástríðufullir stuðningsmenn, working class, skilur mig, og bara elska klúbinn og elskuðu víkingaklappið, allt þetta, því miður. En þú veist, bara elska svona hardworking leikmenn, skilur mig, og sem ekki sama. Það var gaman. Ég að googla þetta, ég ætla bara ekki að fá fræðið minna. Hvar býr maður þegar maður í Wolves? Þú sko vilt ekki búa í Wolverhampton. Nei. Það bara ekki góður staður að vera á. Þannig að flest allir búa í Birmingham eða einhverju svona svæðum kring. Ég bjó í Wolverhampton. Já. Það voru bara mistökungna þess að ég vissi ekki, þú veist. Nei. Ég kem bara, ég bý bara í Wolverhampton. Og allir leikmennilega, hvað býrði í Wolverhampton? Hvað er það að pæla? Þú veist, það var innbrot liðin á húsinu mínu, sko, bara fyrsta daginn minn og þannig að, nei, sem betur fyrr, var það ekkert vesen svo sem. Já. Við tölum á honum núna Espirito Santo og þegar hann mætir hann inn og eins og Jón Daði kemur inn á að reyna að byggja eitthvað þarna og búið til eitthvað stefnu. Endalaust að koma leikmennu sóttir þegar Jón Daði látin fara og þetta líklega besta lið í sögu Championship með Diogo Jota, Ruben Neves var þarna í Championship-deildinni. Ef og hefði, eins og segið, það er ekki til hjá þér ef og hefði fengið að spreita það aðeins kannski. Nei, maður kennst ekki hjá því það eru hugsun, skilur mig, því þú veist, þetta þeir ústu þessari deild, skilur mig, þeir voru hann á eðlilega, ég minna, Ruben Neves var orðaði við Chelsea og Inter Milan, sko. Þetta var ótrúlegt. Og þetta, það sem hjálpaði árangri klúbbsins var að það kom aðeins meira skipulag, þeir voru í góðu tengslanetti við Portugal, ekki? Já, tengslanet við umbóðsmaðurinn Ronaldos, manni hvað hann heitir. Já. Og hann náttúrulega með fyllt af að bestu Jorge Mendes, já. Og hann var að, þú veist, koma þeim basically Wolves, þessum gæða leikmönnum, sko. Og ég eins og segja, það hefur verið útrúlega gaman að spreita sig hana, sko. Því maður var að horfa líka á þetta, eðlilega maður nýfaran frá klúbnum, þannig maður horfði á hvernig það voru að spila og svona, og þú veist, þá maður var að sjá leikmenn sem voru tildulega average, taka allt ínu skref upp á við, bara út af það konum betri gæði í kringu þá, sko. Þannig að þetta hefur verið, þú veist, maður eðlilega, þú kemst ekki til á því að hugsa svona, hvernig hefði verið, hefði fengið að spreita mig, skilur mig. Orka náttúrunar, ertu að leiðir í norður? Af því að ef svo þá eru þetta 3 tengi í varmanhlíðinni. Já, næs. Þá er maður nú komið langleiðina. Og ef þú ert á leiðinni suður sem leiðis að þú takir ekki nefna bara vingið eða thank you for your service. Af því að þeir eru auðvitað hann á kampurum eða áður og kemur á þá. Já, við erum búin að vera að minnast á náttúrulega Borgarnesið. Við erum búin að tala um Víðigerði, kjötsúpuna. Jú. Og svo erum við núna að tala um Varmalandi. Við erum að færa okkur nær og nær. Já. Origo, nýjar höfuðstöðar. Sum fyrirtæki flytja bara skrifstöður. Já. Önnu byggja vettvang fyrir það sem kemur næst. Það er einhvern veginn partur á stærra þema hann í Origo. Það verður að segja frá því að þeir eru fluttir á Dalveg 30A og við fengum að kíkja þáka. Glæsilegar höfuðstöður. Myndi nú margt á minn gamla vinnustæði Landsbankanum. Já. Virkilega flott, hátt til veggja og lofts og langt til veggja og hátt til lofts og svona stór stígi og þetta eru glænýjar og glæsilegar höfuðstöður og þeir eru þetta ekki bara sérfræðingar í Microsoft lausnunum. Þeir eru með gervigreindina á lás, öll gögn, stafræna þróun og við getum alla til þess að taka fund með þeim þó að sé ekki nema bara til að sjá þessar höfuðstöðar.
Já, heldur betur og kynna sér vefsíðun og orgo.is, það kemur allt fram þar. En Payday er auðvitað fyrir hárgreiðslu fólk, greiðari leiða rekstrinum. Ég var nú farin að rífa úr mér hárið daginn þegar ég var að reyna að greiða með launum og alltaf stækuslunúmer og vasknúmer og eitthvað og ég var lág á Payday sko. Já, var það Guðmundur eða? Nei, Dagur Kárásson, ég ætla bara að beða hann afsökunar í þættinu því það var hálfu vinnudagur sem að hann var bara með mig í gjörgæslu þarna sko. Og þetta var eitthvað sem að í raun og veru ég hefði þetta erfað við skattin en hann var þarna að stúsast og hjálpa mér sko. Þannig að Payday er auðvitað með þjónustu upp á 10. Já, og það sem Payday gerir bara til að skjóta þig inn í einbeitt, þú er bara að gefa góða þjónustu. Við veit að þínir viðskiptunum er eitthvað bestu þjónustu og leiðu Payday að sjá rest. Giggo, ef þú ert að halda veislu, hvort sem þú ert að fagna ástinni eða setja nýjan pall eins og Jón Daði. Já, ef þið vantar einhvern í að græða pallin þá getur Jón Daði að græða það. Já, hvort ef Jón Daði er ekki á Giggo, ég held að sem er 4,5 stjörnu eina hann rukkar heldur mikið en það er líka þegar hann er bestur það er nú bara þannig Giggo, hvort sem við vantar giggara eða ert handlægin eða með eitthvað fram að fara, einhverja þjónustu þeita skífum, nefndu það bara þá getur farið á Giggo alveg eins og við vorum harðir og berið borðið í Kæserslátt en það var ekki hægt að segja bara ég vill fá að sanna með eitthvað, þú bara þeirra retting hringir og vilt frekar taka það heldur en að vera í úlingaleiðinu líklega í Wolves Já, því þú veist, það er no way back sko, þú veist, bara þjálfarinn er bara búin að ákveða þetta þú veist, það getur vel verið með tímanum að þú fáir að æfa með aðlina, hann bara basically skilabóðum voru bara þau, ég með mína ein leikmenn þessi frammeri er minn frammeri og þú er bara ekkert inn í myndinu á mér veist, hann sagði það ekki við mig skilur mig, en þetta er bara það sem Aggi sagði mig og klúbburinn ræði við hann skilur mig og þetta, það er að eina lélega, þú getur sagt fótbolti og allt það, en þetta, það er alltaf að tala við fólk sko Myndir þú segja Gummi Ben og Nuno Espirito Santo verið svipaðir þjálfarar? Nei En fyndið samt að aftur, þetta er bara business og þetta er bara harður skóli en ég meina Nuno Espirito Santo er bara geðið ykkur þjálfari eða þú veist hann á flottum árangri Já, og eins og Jón Daði segir, þetta er bara fótbolti í dag þegar hann er tilbaka Já, bara no hard feeling sko, þetta er bara þess að segja, það er ekki hægt að vera Mr. Nice Guy í þessum heimi endalust því miður sko. Þú vildi óska þess það er bara staðrind, það er ekki hægt En heldur að það skipti ykkur máli að það mætti hann á réttum tíma? Heldur að það verið búin að ákveða bara vera með eitthvað? Já, mögulega sko. Ég held að ég veit það ekki sko. Auðvitað hefði örugglega hjálpað mér öllítið meira ef við mætti á réttum tíma skilum en ég bara, þú veist, bara naív bara, en hindsight, það var bara mæta stráttur með að gefa viku frí sko. Ég það greinlega mæta viku fyrir fæðingólunni, ég ætla að gera sko. Ég ætla rétt að vona þessi þú ætla ekki að skipta konu Það er enda rétt En það er í júlí 2017 það sem að út mættu til Redding og það er eins og segir Japp Stam tekur upp tólið auðvitað legend í sjálfum sér sko og það gengur vel enda markaðstur þarna sko og þrennu í FA byggarnum á meðan kannski liðurinn gengur ekki jafnvel hvernig var þessi tími svona heilt yfir? Áttu ykkur að sögur Stamand okkur? Já, ég er með sögur á honum sko, en ég mæti hana og þetta svo fyndi þessi fyrstu ár mín á Englandi er bara bras í árangurslega séð þetta var af því þetta seasoni á Wolves var fallbaráttu slagur og síðan verið í Redding og þetta fyrsta season Redding var fallbaráttu líka ég mæti hana en árið áður síðan einhver fótbolti að fyndin þá töpuðu playoff final og mátti Huddersfield upp og komast upp í Prem og þannig ég fer hann alltaf bara þú veist, hérna alveg nutta með lófana það er geggjað, þú veist, hérna bara geðveitt svona, við erum að fara að koma okkur í playoffs eða mögulega bara promotion skilur við, síðan gengur bara alltaf afturfótunum einhvern veginn þetta seasonið og við erum bara ekki að vinna leiki og við endum bara í þessu shitmixið hana niðri skilur við og erum bara þar eiginlega allt seasonið og en hellir lærdómur samt sem aður það sem er svo frústrandi líka við þetta er að ég spilaði mjög vel Einmitt. á þessu tímabili og var markaðistur og en það var aldrei af því árangurinn var svo lélugur þetta er svo fyndið, þú veist hvað ég skúraði svo mikið í tapleikjum þú veist og svona skilur mig og þannig að þetta var svona, það er svona frústrandi því þannig að það fer svolítið svona til hliðar einhvern veginn, það er alveg sama þannig en ég líti það svona með sjálfur mig bara ok, ég var mjög ánægð með þetta season bara on a personal level skilur mig og en síðan var þetta bara ótrúlega mikið lærnings
hellingur lærdómur af bara jafnstafum, ég fekk því meira að upplifa hann í þessu ströggli þú veist, ég fekk ekki að upplifa hann sem þjálfara í öllu successin eða árangrunum tímavila áður já. þannig að ég fæ upplifa hann sem er svona á sem erfiðu tíma sem er þetta síðan þannig að þá eðlilega er hann kannski ekki alveg líku sjálfur sér af því það er bara ótrúlega mikil pressa stuttu kveikithráður og hann er líka alveg skeri sko og en hann var helviti svona flottur þjálfari hann er alveg total fútból bara eiginlega nánast of mikið maður sem frammeri að horfa á varnamenn spila út úr vörn, maður bara hérna sko, nei, þú veist fengum alveg tölvöld mörkum á okkur bara út frá því sko en nálgunin hans var ótrúlega áhugaverð skilur mig hann, þú veist, á leikdegi þá mætu á æfingarsvæðið prímatsmíl og síðan fundur fyrir bara leik og ég man alltaf eftir þessu fyrsta fundin þá kemur hann að veist það, því undirbúa fyrir leikinn alla vikuna á æfingarsvæðinu síðan fyrir leikinn að Jón Daði koma upp á töfluðin og aðeins að segja okkur taktíkina þess hvernig þú vilt að þú hreyfið þig og frammerinn með þér og þannig að ég átti bara með þú veist, litlu kallan hana basically fyrir framan all hópin að segja bara svona áherslunar og ég bara, oh my god, sko, já, ok og ég er svona, gerir þetta og ég var samt, þú veist, sem betur fyrir búin að vera að fylgjast með æfingum, sko, en ég var samt alveg svona ströggla, sko en veist, hann tók alveg eftir því og síðan bara greip hann inn í, skilur mig en það var svona test til að hafa menn á tánum ertu ekki alveg örugglega á tánum á leikdegi, þetta var ótrúlega óþægilegt og síðan hlógu strákarnir bara eftir fundinn og sögðu bara, já, hann gerir þetta við alla þú veist, alltaf fyrir leik þannig að það er alltaf allir bara shit í hún og ég verð ekki gæðin hvað það er sko Er þetta ekki sniðugt? Þetta er samt drullu sniðugt því þú ert að fá menn úr skelinni, skilur mig og aðeins að fá kunnáttu fyrir taktík bara geta sé leikina eins og þú veist útskýrtan og þú veist og ert og líka í þokkabót ert með mönnum alla menn á tánum skilur mig þá er þetta bara ég þarf að muna áhersluna skilur mig þá ertu bara þetta var svo sniðugt skilur mig áhugavert ég aldrei lent í þessu áður sko. Síðan var hann bara skemmt fyndinn skilur mig hann tók þátt alltaf mikið á æfingum inn í reit sko bara fljúa tæklingar og það var trullir sá aðal framurinn okkar Jan Kermogant sko sem var góður sko hann bara tæklaði hann bara flaug á bakið sko það var ógeðislega fyndið sko og hann ætlaði að blóta manni sko en sá að þetta var þjálfarinn hann bara ger ekki því sko en síðan líka bara tala sögu sko þá lendi í því sko byrjun fyrstu leikina mína í Redding þá var ég ekki alveg nægilega góður ég var bara ekki að finna mig og þú veist það er óslega erfitt kom nýjan klúb eða þú nærið ekki first impression og nú leitni þú veist þá er það svolítið svona krefendi næstu leikir og ég var ekki að skora og við vorum að tapa þannig maður var ekki svona maður var bara svona shaky einhvern veginn og síðan á leikdegi á einhvern útileik þá mæti ég seint í rútuna frá hótelinu fyrir leik, þá las ég prógramið eitthvað vittlust, þannig ég mætti eiginlega bara mínútu og seint og ég sé allir að mættir í rútuna og ég bara fatt að sagt, shit, ok síðan bara kemur hann, you're late John og ég bara, oh, sorry gaffa read the effing schedule og hérna bara, oh, ok og síðan bara sorry, og síðan fór ég bara aftur ég spila ekki mínúti í þessum leik, skilur mig og hérna baðast afsökunar eftir leik og hann var valla svona yrti valla á mig sko að því töpuðum leiknum sko og síðan nokkrum dögur síðar ákveða bara aftur þú veist segja við hann bara ég verð að pissa aftur afsökunar það er mér hata að vera með þessa orku hann var bara ekki að taka afsökuninni hann var bara you can't be late John you just can't og ég bara sjá leikunum stað just score 2 goals tomorrow you'll be fine og hann sagði þetta svona þú veist, hann var grínast en samt ekki og ég var bara að hugsa bara, ég er bara búinn hérna þú veist, ég er bara búinn að byrja illa og hann einhvern veginn bara pirraðar á mér og hérna þetta var sko þetta var þá fyrir þrennuleikin sko þannig að ég mæti leikin og skora þrennu og ég bara svona og síðan bara daginn eftir hann kemur höndögst, well done John well done son þannig að það er svona að fyndið svona hvað fótbolti er þú veist moment einhvern veginn, þú heldur eitt skiptið og ert einhvern veginn
ekkert gengur upp einhvern veginn og síðan bara færið svona moment, skilur mig þetta að magnaði fótboltan ég segi alltaf bara, þetta bara 70% vombriði og síðan hinn 30 gerir þetta einhvern veginn þess virði, skilur mig bara svona, þetta bara endalaust puð, sko. Já, þetta endalaust hark. Þú ert, eins og segir svolítið, þú ert góður að meðan liðinu gengur ekkert mjög vel. Hvernig að vera stór fiskur í lítilli tjörn eða allavega gruggur í tjörn þetta ár, eða versus að vera lítill fiskur í stærri tjörn? Já, mér leiður hrikalega vel, ég var með mikið sjálfstraust, mér fann alveg, við vorum að spila góðan fótbolta, og mér alltaf að henda mér mjög vel að vera í liði sem possession based og þá ég er bara þannig leikmaður, ég vil fá boltan mikið í lappir og ég að, vill tjá mig á vellinum og ég er svona post-up leikmaður og target center og það bara fittaði perfectly hann í retting, sko, hvernig við spiluðum, sko, og sama með Bolton síðan meir, sko, en og ég var bara mjög hátt sjálfsverstanna, sko, síðan einhvern veginn eldi hann áfram og næsta síson hvernig var það, hann var rekinn alltaf jafn stam, sko, eftir bara árangurinn var bara það lélugur, skilur mig þetta var áður en tímabilið lauk og hver tekur við, það hann Paul Clement Já, passar og hann bara svona sem í svona steady the ship, sko, og við náum að halda okkur upp í end og síðan heldur hann áfram næsta síðan líka og það var bara frekar svona mediocre tímabil aftur, það var aftur svona fallbarátta sem í, sko og ég var alveg að skora töluvert til að byrja með, sem meiðist ég sem var agalegt, sko, að því ég var ennþá með svona hot hand, skilur mig, frá síðast tímabili meiðist ég svona, kom með eitthvað 7 mörk á tímabilinu þá tekur bara við eitthvað svona meiðslarhinna með kálvana hjá mér bara alltaf að togna og ég næmir ekki úr því og er bara þannig að restan af sísoninu og það var agalegt vegna þess að þetta var rétt fyrir gluggan, sko, og það var áhugi frá liðum, sko, sem voru spennandi sem ég vissi af, sko, eða sem voru ekkert konkrít en bara, ég vissi að Aggi sagði að þeir eru að spyrja um þig og svona og sem meiðist ég og það er alltaf fyrir sjóin, sko, og restan síðan er ég bara ekkert að spila ég kem alltaf að spila næmur meðslum meiðist aftur, það var bara mikið meiðsla síðan þetta annars síðan og þegar það gerist þá fer þólimaðið minkandi, sko, og hjá klúbnum og þegar þriðja síðan er þá vilja er bara, ég fari, skilur mig það er einhver nýr þjálfari, portúgalski þjálfari, ég man ekki hvað heitir Nei. Það var algjör fáiði, sko, ég bara að segja mér, hann bara var að því Nelson Oliveira, hann var hann hjá okkur og það var hans frammeiri, skilur mig, hann var líka bara frábær frammeiri, sem skilalega hann kannski ofar í gaggrunaröðinni á þeim tíma, hann var líka bara geggjaður þess að meiðist hann, sko, og ég er nýkomin meðslum, sko, og hann er bara svona þrýst á mig og ég finn aftur á æfingu eitthvað tæpur, er bara hálf mittur í kálanum og hann bara er svona þjörstast á mér að spila, skilur mig, og ég geri það alltaf ungur og vitlaus, skilur mig, og ég er ekki að gera mér neinum mjög greiða því stundum sem við veit ekki að þú sést mittur, skilur mig, þannig ég er bara að spila illa, er að reyna að þjörstast eitthvað fyrir liðið, setja hjarta og sáli í þetta og síðan, kemur hinn tilbaka, skilur mig, og ég er bara hent út úr liðinu, skilur, ég er bara ekki einu sem hóp bara, leið og eftir allt sem maður var að gera fyrir hann, þetta er bara, fótboltimaður, þetta er bara svo mikið svona nöðrum og fíblalátum, sko, maður ennþá þannig að maður svo vitlaus og næf að halda allir séu for your best interest, sko það er ekki þannig, sko, og þegar þetta síðast síðan þá bara klúbinu vill að ég fari annað og það kemur Millwall á hinn, sko og það var Viggan líka sem var áhuga mér og og þar kemur aftur svona smá naív hugsunar til mér bara vitlaus að það sportaindirektorinn hjá Redding, hann er að selja mér Millwall bara, þetta sé rétt að skrifa fyrir þig þú ert þannig leikmaður perfect profíl fyrir þá og ég náttúrulega bara
svo vitlaus bara, já, þú veist, trúi þessu svona, já, að því að hann var svo góður að tala, skilur mig og þannig að síðan var líka bara dýllinn fít, skilur mig, þetta var 3 ára samningur en það var alltaf svona smá í mig bara, ég veit ekki alveg með þetta sko, það var alltaf þetta þessi gött tilfinning sko, vill ég gera þetta, þú veist, og Viggan eins og segja voru áhuga mig líka, en þeir voru sko, hef ég orðrómur fjárhagsvandræði hjá þeim sem var síðan raunin, þeir voru algjörðu bulli sko og það var eiginlega endan, það voru bara þessi 2 lið þannig séð sem að því annars þyrfti að glugginn lokar og þá var ég bara fastur en ég var að liðin sem ég var enga innan sko og þannig ég enda á bara, ok, ég stekk á Millwall, bara lætu að þetta og ég man ennþá eftir deginu þegar ég mættur á svæðið svo gamalt æfingssvæði byggingin ennþá eins og 1973 sko og ég mættur hana sanningin, ég man bara, ég hikaði svo svakalega mikið við bara göttið skilur mig, tilfinningin var bara svo enga veginn rétt þannig að ég enda samt á að skrifa undir samning skilur mig og það voru sennilega mitt versta move á mínu ferli sko. Já, af hverju? Hvernig var tíminn hann? Það var bara hrikalega leiðilegur sko og erfiður sko það var bara eins og segja, frá degi 1 leið mér ekki vel og gekk ekki vel og fótboltinn hræðilega henda mér ekki, skilur mig það náttúrulega bara powerball döðan, skilur mig og lítið að færum mjög lítið svona að snerta boltan þetta náttúrulega bara lágur döðan, skilur mig og set pieces mjög svona iðnaðar lið og bara og síðan fann ég bara, það var bara einhvern veginn frá degi 1 var ég bara ekki að finna mig og síðan verðum við bara einhvern veginn endar á að vera svolítið skeipgótaður, skilur mig, af stuðningsmönnum og endi alveg hefili í því sko bara, þú veist, bara algjörst rugl sko. Varstu Maguire-aður? Það má bara segja það, ég var ekki bara Maguire-aður sko en það er ekki bara nýtt orð sem við erum að tilengja okkur, ég var bara Maguire-aður í drast en þú veist, ég er samt ekkert eitthvað svona aumingja ég eitthvað, þú veist, þetta var bara alveg rétt, á ákveðnu leiti réttlega því ég var bara ekkert góður hana, þú veist, let's be honest ég bara náði ekki, ég fann mig ekki og þú átt alveg geta það að einhverju leiti þrátt fyrir að fótboltinn hendir ekki alveg, þú veist auðvitað er það erfitt samt sko og síðan sko eins og segja, gekk ekki vel og stuðningsmenninu voru konur á mig svo mikið sko og maður bara var að hlita upp á hliðalínu skilur mig á the den skilur mig og þú veist, þínir eigin stuðningsmenn er að reyta eitthvað í þig og ég bara svona, þú veist, hvað er að gera þú veist, ég er ekki svona vellinum sko og þú veist þau eru að vinna 2-0 í þokkabót eða eitthvað, þau eru samt að reyta í mig hana, þú veist og það var búið að segja um mig ekki láta pirra þig, skilur mig sem, þú veist, mér er alveg sama átt einhver stuðnismenn að kalla mig eitthvað svona klæmt orðið eitthvað, þú veist, mér finnst það bara skemmtilegt, skilur mig, að bara færa mér upp, en þetta er eigin stuðnismenn sko, þannig að það fór aðeins mér í taugunar með venjulega og það var búið að segja að vara mig ekki snúa við og, þú veist, svara því, þú veist, með lóðstæðinu fyrir náttúrulega infamous fyrir að vera slæmir, skilur mig og náttúrulega þessi búið að lagast töluvert sko, en sem hann í eftir leik sko og það var bara alveg naglinn í kistuna sko þá var það á móti Queen's Park Rangers ég var að byrja á móti þeim og var ekki búin að vera neitt ég var bara í markaþurð og og í leiknum kemur cross og ég ætla að skalla renna aðeins þannig svona újafnvægi og enda bara að vera með einhvern hálfgerðan trúðaskalla þú veist bara svona kollinn og bara lengst yfir það var svona en ég rann, þannig að þú veist, ég er ekki jafnvæg, þannig að það leit svolítið verð út það var bara svona mikið baulað á, þú veist, ég horfði á eitthvað spottana og eitthvað svona 10 stuðningsmenn minn og bara gjössanlega rauniði mig og bara rífa kjaft og eitthvað og ég bara, what the fuck, þessi síðan sko kom bara ángrín sem nokkur mín síðar færi, ég skoraði ég gerði eitthvað vitlaust sem ég gert, sko, ég kem og tek hérna fyrir eyrun, ég átta þeim, skilur mig bara þú veist, láta það heyra það, veist, að þetta bara, ég var svo reiður þetta var líka búið að uppbyggjast svo mikið, það var ekki bara þetta moment
en þá náttúrulega kemur agenda bara hann var að gera þetta á alla stuðnismennina á vellinum, sína eigin stuðnismenn skilur mig og það var bara eftir það bara no way back sko. Þú veist, ég bara María sagði mér, þú er bara slökk á athugasemda kerfun eða þú veist, ég veit ekki, attinu á, þú veist, þetta var mikið og líka bara svona ógeðslega komment skilur mig og þú veist, ekki bara eitthvað þú ert þetta var bara svona komið orðið meira persónulegt sko og þá var ég bara svona get me out of here sko, þú veist, ég bara verður að fara hérna, en ég var líka allt og lengi hana. Já, það var einmitt það spurning, okkur var svona lengi það sko. Ég bara, þú veist, að því þjálfarinn sem var hann að Gary Rowett, hann vildi alltaf hafa mig, hann var alltaf að gera mig trúr það að ég sé mikilvæg partur liðsins og vildi ekki að ég færa lán síðan var það aldrei, hann stóð aldrei við það sko, fyrir en þetta season síðasta, þá var ég bara alveg út úr hóp þá fæ ég að fara veist, þá bara, þetta var svo kjánalegt sko, að því hann sagði eitt en gerði annað og var alltaf að halda mig trúr það, veist, í stað auðvitað en hænsa á ég bara herði ég nenni ekki það, hvað er ég að trúa þú ert bara, action skilur mig ég hef bara ekkert inn í myndinni hjá þér þannig að það er líka eftir sjá hvað ég var allt og lengi hana og hefði að sjálfsögða hafa átt að fara fyrr sko en ég var hann það desperate hana í lokin að ég fór til Bolton sem betur fer og bara drauma move sko, veist, þetta var tóka mig 70% launalækkun og bara hafði aldrei liðið að vera sko. Já, og hún hefði verið 700%. Já. Bara. Já. Áður eitt af lokum varandi þetta sko að því að ég held ég hef aldrei spurt að þessu en þú er náttúrulega leikið fyrir fullum leikmöngum út allt og þú veist kannski hversu mikið tátt spila stuðnismenn en líka þegar þú lítur upp í stúku, sér það eitthvað annað en bara haf? Er þetta að horfa á þennan gaur þarna og þennan? Nei, ég fæst ekkert auga á neina einstaklingar skilur mig. Það er eiginlega þegar þú spila fyrir svona marga þá er þetta bara eins og sé bara hafa fólki og þetta einhvern veginn pælar ekki í þessu skilur mig. Eina sem er bara læti og ég er bara á að vera á fótboltavelli fyrir fram á svona margstundum er bara, mér líður ekki betur eða ég veit ekki betri velunartilfinningu sko. Að því þú ert svo miklu sóni og þú ert með adrenalín í þokkabót skilur mig þannig að þú veist maður var kannski stressa örlítið fyrir leiki síðan þegar leikurinn byrjaði að bara svona allar áhyggjur heimsins einhvern veginn fara einhvern veginn þú veist að ég veit ekki þetta er svo skrítið að lýsa þessu skilur mig og það var líka eins og ég sagði þú veist ég fyrir Norris þótt að það hefði bara verið 10-15.000 manns þá var það alveg svona shit þú veist alveg svona overwhelming fyrir mig að því ég ætla að koma svo sjálfur skilur mig þetta var svona síðan hvernig að þróa síðan bara já, mér líður ókslega vel í þessu það er svo að fyndi hvernig það virkar það verður svona eðlilegt þannig að ekkert skemmtilegra sko það veist líka bara eins og sem í landsleikinni skilur mig maður var að spila með Tyrkland, það var svo gaman bara útivelli, ógeðslega gaman þá hafði maður engar áhyggjur að sjálfur sér skilur mig, maður vissi bara að maður er að fara að vera í gýrnum sko. Sko, að því að þú, Millwall, það gengur betur á þeim heldur Redding eru þetta alltaf í 8. sæti og eitthvað annað en það var samt bara glatað. Já, þú veist, ég sagði gríni, það er gott change að vera alltaf í einhverju smá miðjum og þau fóru að change í staðan fyrir að vera í fallborða en já, ég veist, enga síður, ég var hvort sem ekkert eitthvað ég var ekki að spila mikið annað einhvern veginn og var rosa mikið á bekknum og utan hópsjáfélaköflum og þetta var bara leiðilegu tími ég held að allir leikmenn í fótbolta gangi í gegnum eitthvað move eða eitthvað félagslið sem við sjá bara smá eftir eða bara gekk ekki upp ég held að flest allir gangi í gegnum eitthvað svoleiðis að það er eitthvað eitt move sem er svona þú veist, svona svartu blettur á ferlinum hans Sko, eins og segir, Bolton kemur hérna og það er Íslendinga hefði í þessu félagi, Eiður Smári, Guðni Bergs, Greta Rafn. Var hún áþreifanleg? Já, þú veist, fyrir hana fyrst, sko, þeir voru áhugasamir en þeir voru ekki viss út af hérna launakröfunum, sko. Æðilega, þú veist, þeir voru League One og það er alveg munur og hérna, en ég var bara, mér er alveg sama, þú veist, ég ætla bara teka bara launalækkun á mig, ég nenni ekki að
þótt að ég fæ meira fyrir að vera ári viðbútt eða eitthvað í Millwall, þú veist, maður líður mig bara, það er bara ekki worth it, skilur mig, at some point. Og þegar leiði ég vissu það Bolton, þá náttúrulega voru þeir mjög snöggir að grípa í þetta og Ian Evvatt þjálfari sem hringdi mig og gerðist mjög hratt sko. Síðan kem ég þarna og þeir sína mér völlinn og auðvitað tala mikið náttúrulega Íslendingana er mjög ríkt hana í klúbnum þessi svona Íslendinga svona ást kannski og þannig að mér fannst það bara svona jákað pressa sko, einhvern veginn það er allir Íslendingar einhvern veginn búin að vera þessum klúb sem að spila vel sko það var svona ég verð að standa mig líka þannig að þetta var alveg og síðan bara frá degi 1 það var bara allt önnur ást einhvern veginn frá stuðnismönnum þeir voru miklu með svona Íslendingur einhvern veginn þannig að ég kem svolítið lítill í mér eftir Millwall tíman og aðeins að ná mér aftur að stað sjálfsörslega séð og bara momentumlega séð og allt bara tengt einhvern veginn að vera fastur liður á vellinu sjálfum ekki bara upp í stúku og það tók mér svona 4 leiki kannski eða eitthvað og það var alltaf bara því svona þólum að og síðan bara veit ég hvað gerist en spila örugglega minn besta fótbolta á mínum ferli sko og bara allt gekk upp bara í allan tíma sem ég var hana í boltanum fyrir utan kannski síðasta sísoni sem ég var bara mikið meiddur. Mikill munur á Championship og League One? Já, það er ekki geðveikt mikill munur það er kannski aðalega svona lower half neðri helmingurinn á League One er svolítið eftir á efri helmingurinn er svolítið svona tildulega gæti alveg staðið sér þokkalega vel í Champ það sem ég tek mest eftir bara örlítið meiri tíma á boltanum í League One heldur en Championship bara svona litli hlutir skilur mig aðeins meira tempo kannski í Champ aðeins meira fitness League One er samt orðið miklu sterkar í dag en hann var áður fyrir skilur mig þetta er svo fyndið einhvern veginn ég held að League One sé á samanlega og Championship var fyrir einhverjum árum síðan skilur mig svona fyndið hvernig það virkar og líka bara hrigalega skemmtileg deild og vannmetin deild þú ert með er hann ekki ennþá hann að Benoni þú ert með hann og mér finnst lítið talað um hann sko því þetta er helvíti flottu klúbbur sem hann er hjá Stockport sem er góður í vegferð og óvörn er að fara ekki upp og það er ekkert grína hann, hvað er hann, 20, 21 hann er alveg að skora, hann er reglulega business, þetta er ekkert grín deild sko Nei. sem er alveg impressive sko og þetta er oft svona eðlilega, en fólk horfir náttúrulega á efstu deildinar, miklu meira skemmtilegra en alltaf að hafa auga á þessu líka þessum neðri deildum manna því það eru alveg gífulega sterkar sko með Ísland og það sérstaklega sko. Já, við sjáum það líka og sorry, Jason, þú ert vinnur okkar ég meina, hann er langbesti leikmaðurinn þegar hann fer frá Íslandi og fyrir League 2 og hann bara lendir í brekkuð þar Hver segirðu? Jason Dæ? Já, það sér það sko, þetta er alltaf League 2 þetta er allt hörku deildir með svo utan deildin, National League ég mani við áttum við kannski einhverja bikarleiki við, ég veit ekki hvað heita þessi lið aftur Jork og maður var alltaf af því það eru svo mikið svona misfits gæða leikmennum hana sem eru fyrir einhver ástæðana nokkri vardíjar hann bara já, það er að potið einhverju svoleiðis típur hana sko, bara flottir leikmenn sko og gæðin alveg til staðar það er bara einhver ástæðan fyrir því að það síðan að það er bara örgulega bara út af karakter sko Er það þín skoðun að allir fótboltaleikmenn enda á þeim stað og fá þann fyrir sem þeir eru skilið? Já, ég held að ég held að fara rosa mikið til karakterinu eins og segi, eins og aftur bara mantran stick to it, skilur mig hvað sem mikið þólur hvað sem mikið mótlæðin ennur að taka og fótbolti líka mikið svona heppni en þú vinnur fyrir þinn eigin heppni líka og þú veist þetta er bara snýst svo mikið þetta bara stick to it þú veist bara þú ert að fara að lenda í köflun sem þú ert bara efast stíl mikið bara þú veist hvað er gangi en svo lengi svo konsistant skilur mig í gegnum döl tíma og eitthvað sem ekki er gangu þá færðu alltaf moment yfirleitt sko og hvað er svo oft hvað ertu að fara að nenna miklu skilur mig og þú veist og gera alltaf þess að leiðilegu hluti það er ekkert mál að mæta á æfingar skilur mig það er auðvitað þessi heimi það er að nenna allir þessu hinu leiðilega skilur mig að mataræði, svefn skilur mig, tegja á eftir æfingar
auka æfingar þú veist, drekka nóg mikið vatn svo kjánlega svona hljómar en þú veist, allt þetta er svo litlu smáulutir Þau púsla saman í að þetta skiptir öllu máli algjörlega sko, þú veist, ég veit að þetta er kjánulegt að segja þetta skilum en þetta er svo mikið þannig, þú veist, það er ekkert mál að mæta á æfingar Nei, það er bara lágmarks effort já, en allt eitt sko það er líkillinn sko Millwall sambandi við stuðningsmennina var styrjótt, skulum við segja en þú varst dáður af Bolton stuðningsmennunum og tímabilið 22-23 endi í 5. sæti, komast í playoffið tæki framrúðu byggjarna þar, það er dolla þú setur hann í undanúrslitum en varst meiddur þegar úrslitaleikurinn er spilaður? Já, alveg hrikalegt sko ég spilaði alla leikina hana í framrúðu byggjarnum sko fræga Papa John's Cup það skulum ekki bara lilla vinningu í því Wembley það er bara nákvæmlega en og já, ég spilaði alla leikina hana og síðan undanúrslit unnum Portsmouth skoraði einamarkið þar meiðist og síðan það allir fara að taka þú veist, alvarlega á þessari keppni undanúrslit og úrslit, þá er ég ekki með þú veist, það er svo típist sko og það er svo hrikalega að vera á Wembley upp í stúku sko, það er ræðilegt sko, en við unnum þó þetta er annað heldur en þegar ég var upp í stúku þegar kom töpum fyrir Oxford í deildinni sjálfur í úrslitum Sko, ef við tölum ef og hefði ef að sá leikur hefði unnist boltan að fara upp í Championship þá kannski hefði fyrirliðin þróast eitthvað öðru sig Já, ég hugsa ég hefði verið að ná fram sko en það var bara þannig að samband mitt og Ian Evans var bara orðið svolítið svona styrt og það var ekki að vera kafa dýpri í það sko, en það var svolítið styrt einhvern veginn og síðan var ég bara alltaf, ég var óöfnið með meiðsl, sérstaklega síðasta tímabilið. Ég var bara endalaust að lendi, það var svo frústrerandi að því þá var ég komið svona stimpil að vera injury prone sko, sem er hrikalega frústrerandi sem leikmaður að hafa það yfir þér. Að því þú veist, ég var að lendi svona frík meðslum, það var ekki tognanir, þú veist, ég lendi á öklanum, fór í aðgerð, var 4 mánuði frá, sem nefbrýti ég mig, þú veist, og að því James Trafford fyrir mig hnið í andlitið á mér, þá var ég frá, það var svona röð af svona alls konar meðslum og síðan er ég bara komin einhvern tilbaka þegar playoffs úrslitin er, sko, þannig ég er bara ekkert matchfit, skilur mig, og er bara ekkert í hóp og síðan töpuðu honum og þá er mér bara basically tilkynnt að þjálfarnum bara þú veist, alltaf fundað basically áður að ferði frí og bara basically segja að því miður erum ekki að fara, þú veist, halda áfram eða samstarfi, skilur mig, eða þú veist, sem leikmaður boltan. Þú samt með 10 mörk í 46 leikjum þetta tímabil, sko. Já, eins og segi, það er margt í þessu, sko. Þjálfarinn eins og segi, þetta var rosa skrítið að því ég var að heyra það var eitthvað pólitík í þessu, sko. Sem ég kann ekki alveg útskýra sko. Það var að því ég heyrði það frá stjórninni einhver aðilum úr stjórninni sem voru að segja mér, já, við viljum halda semja við þig, veist, að endur semja við þig, en sem var þjálfarinn segja að veist, að vill ekki þetta var bara svona einhver að segja þetta og annar hitt. Já. Þarna er stórin rúmlega 30 varstu eitthvað að byrja að hugsa þarna ákveður svona kannski vendipunktur á þínu ferli þarna? Ertu að fara að finna annan samning og þetta fer svo til Wrexham sem við erum að fara að tala en ég menna, varstu orðin eitthvað stressað þarna að þetta hefði verið þinn síðasti atvinnumannasamningur? Nei, ég var ekki svona efasamur með atvinnumennskuna að halda áfram í henni en það var samt, maður var alveg smá útbrunnin sko, ef ég var aðra hinskilin það var bara svona, þú veist var hann svolítið, útbrunnin að þessu, öllu þessu að því þetta er alveg eins og þetta er puð og streð og streita og allt þetta umhverfi eins og aðra vinnur svo sem sko og ég var alveg bara svona í fótbolta sem free agent og það var alveg úkslega erfitt fannst mér að fara frá boltan því mér leið hrikalega vel hana fótboltalega séð og konun og börnum leið líka mjög vel hana og að fara það var mjög erfiðast að fara það á öllum félagsstöðunum sem ég verið í mennskunni ég veit ekki að því bara mér leið svo vel hana og var að spila mjög vel þannig að þá fer ég bara heim í millitíðinni og við erum búsett í Úlfarsdalnum
vorum þar bara, ég var þar í 4 mánuði free agent og ég hugsaði ekki fótbolta í eina sekundu sko. Já. Ég bara, og það mér bara leið svo hrikalega vel sko. Já. En ég hélt mér alveg í standi skilur mig og fór í ræktina reglulega og ég æfði mig fram á og til að því bara beint á móti mér þar sem ég á heima og Rúnar Kristins alveg massið sjátt á hann hann geggjaður sko, bara leiði mér að æfa hann eins og ég vildi og halda mér í standi þannig að maður var alltaf fitt sko, síðan var ég bara eitthvað að byggja pall heima skilur mig, eitthvað svona allt annað dæmi og bara að segja konum, vá, þetta svo gaman, þú veist, þetta bara allt annað, þú veist, að því sem iðnaðmenn í dag bara finnst þetta gaman, eða skilur mig að gera pall en þú veist, ég bara, þetta var svo nýtt og eitthvað öðrísi og ég held að það var ógeðslega mikilvægt fyrir mig að fá hennan glugga eins bara 4 mánuði sem ég bara var ekkert í fótbolta. Það ekkert margir fótboltamenn sem fá svona tíma. Nei, og þú veist, það var heldur ekkert eitthvað brjálast, þú veist, jú, það var áhugi skilur mig, en það var bara eitthvað svona ekkert sem ég hafði áhuga á sjálfur, þú veist, eitthvað svona League 2 kannski eða bara eitthvað svona eitthvað sem meikar engan sens fyrir fjölskylduna, þú veist, Indland eða eitthvað svona, þú veist, jú, þegar veifað samning og tölum framan í þið skilur mig en ég ekki að fara, Emil minn var nýfættur skilur mig og ég talaði við þetta á Mumbai City FC, ég talaði við þá það er rosalega að virðingu skilur mig og ég man bara, þú veist, vendipunktunni því þeim samræða var bara að ég spurði hvað, how is it driving there? It's an organized chaos ok, ekki sjens sko. Með börnin í þannig en það var bara svona skrítin lið skilur mig og eitthvað sem ég var ekkert að kalla á mig og síðan bara þegar ég einmitt í miðjum pallinu, að byggja pallin þá fæ síndal frá Phil Parkinson sko. Já, sko, eitt sem ég langar að spyrja það því að við erum svona dett í endalókin á ferlinu með allavega í Wrexham og Burton hugsaðu sko öll þessi ár í Englandi í lower league fútból skilurðu, hugsaðu kannski er bara næs að vera í einhverju liði bara í Gríklandi sem er í Evrópubaráttu eitthvað frekar að vera að harka í Englandi í öll þessi ár. Já, alveg klálega sko, því ég fæ alveg þá hugsun, Aron Einar er að blinder sko, hann fara bara 29 ára hann til Katar sko ég fekk samt það ekkert eitthvað mikið, þú veist, það var að því þú sérstu að heyra sögur, þú veist, það er ekkert all, gras er ekki alltaf græna sko nei. Að þú veist að heyra Gríklandi og Kýpur og þessi lið svona, quality of life lúka vel sko svona, ekki eins margir leikir og síðan bara endar þessar sögur að hvað er mikið, þú veist, hvort þú fæði borgað og allt þetta og þannig að það er alltaf svona óþægilegt sem sé, en sko það sem at the end of the day, þú veist, með England þetta var helvítis hark sko, að þetta er svo margir leikir á sísoni og ég finn alveg fyrir því í dag ég heyri bara á þér hvað það var erfitt sko. Já þú veist, þetta er svo margir leikir sko, ég mani mér, ég talaði við Birkir Sævars og var svona skjótandi þú veist, hvað er svona snöggur ennþá maður, þú veist, þetta var það fyrir einhverjum árum síðan, það var hvað, 86 eða eitthvað, 7 eða eitthvað og það var ég bara með skandina allan tíman það færi leikir eða eitthvað sko það sem make alveg sense að því þú veist þetta er alveg hvað 40 og eitthvað 50 pluss leikir með byggar sko þannig að þú veist allan að þegar ég var Bolton þá kom alveg svona þú veist ef ég er að fara í mennskuna þá er ég til ég að fara kannski eitthvað aðeins svona ekki eins mikið álag bara þú veist en það var síðan ekki þannig Ein spurning sem hann skrifaði hjá mér hvernig nær maður að make a name for yourself í lower leagues í Englandi þannig að stuðningsmenn elska þig og þannig að þú fékkst alltaf fleiri og fleiri múvin en Englands Það bara óskup einfalt, það er bara þú veist hvernig þú ert á vellinum, hvernig þú stendur þig ertu að skora mörg, ertu að spila vel þú veist, þetta er bara mjög einfalt og líka karakter mikið þú veist, hvernig minna félagslis þau sjá kannski og góður í fótbolta og allt þetta skilur mig en það fyrst og fremst spyrja alltaf hvernig þú ert sem karakter sko og þú spyrja, veit ég alveg þjálfara og stjórnar fólk, klúbs en það er alveg það, þú veist, það er bara consistency þú veist, ekki það er bara alltaf, þú veist aldrei nú ánæður, alltaf að reyna að fara eitt rep í einu, alltaf að herra, maximæsa sjálf eins mikið og getur og þá taka liði eftir þér Svo er það Elko hvernig væri að gefa sér pizzaopn frá Elko í sumagjöf ég gaf foreldrum mínum með þetta pizzaopn frá Elko senstu jól nice. Það er ekkert bara að rífa hann of oft upp úr kassanum sko en þegar það er gert það er ekki betri pizza en það sko. Og svo erum við þetta með
kynningaverð á Oppo Find X9 Ultra. Já, maður er búin að sjá myndgæðin á þessu og það er nú bara eitthvað unreal dæmi, unheard of. Já, það er á kynningaverði hjá Elko. Sessor, nálgun Sessor eru auðvitað, það er hönnun og vegvísirinn sem að þeir eru svolítið að fara eftir. Það er að móta umbótatillögur og forgangsa aðgerðum út frá rekstraráhrifum og áhættu. Heldur betur. En Sessor menn eru auðvitað að tengja saman fólk og tækni og ég finnst oft sko kannski helst þeir sem að við gerum ekki nógu góð skil með við þau störf og þjónustu sem þau eru að veita í þáttunum en þeir sjáum upplýsingatækni, fjármál, allt bókalt og ráðgjöf því tengdu. Fröken Reykjavík, sumarmatseðillinn er auðvitað, þú finnur ekki mikið betri ástæðu til þess að henda á lyklaborð og hendi, við verðum að prófa þetta. Er þetta ekki eitthvað sem við verðum að prófa? Bara henda á einhvern félag sem voru ekki hitt lengi, sælir meistari. Já, eða konuna? Veitum ekki spjalla lengi, en nú er tilefni ef einhver tíma sko sumarmatseðillinn lendur á Fröken Reykjavík. Já, sama að þú komin í einhverja grafgötu með konunni, þarft að vinna þau upp. Veifa þessu framan í. Herrastu mín, þú trúir þessu ekki. Nei. Það komin nýr matseðill á Fröken Reykjavík. Ég veit ég skeit í gær, en hérna er matseðill. Ég er flanksteg. Autocenter. Já, það er okkar menn. Framrúðuskiptið að tjónaskoðun. Það er Autocenter. Það er Autocenter. Hvað er Autocenter? Það er, þú beigir til hægri hjá Bíkó og þá ertu mættur. Við erum komin til ársins október 2024, þar sem pallurinn er klár og Jóndaði er tilbúin að finna sér nýtt lið. Fyrir að 3 mánaða díl til Wrexham. Var pallurinn klár? Það var held ég bara, minni það sko. Ég ætla ekki að þykjast samt að ég hafi verið að gera hann pall 1 sko. Ég er ekki góður í höndunum. Þetta var Tengdó sem var að hjálpa mig með þetta. Já, gott að sjáta þau. En hann hringir í mig, hann Phil Parkinson. Já, hvernig er þessi Hollywood-klúbur? Hann er skemmtilegur. Já. Hann er hvað segir maður? Þetta var alveg upplifun. Ég mæti hana, og ekki bara frá byrjun, basically mæti hana og hann talaði með Phil Parkinson og spyr bara fyrst og fremst hvernig fitness er. Ég sagði bara allt í lagi en ég er ekkert matchfit, ég er náttúrulega ekki búin að spila fótboltaleiki í 4 mánuði. Þannig ég mæti hana og þau vilja samt til öryggis og fara í gegnum svona fitness test áður og skrifur undir eðlilega að sjá hvað þú ert sko og það gekk alveg vel. Og ég tók fyrst eftir þetta svona að því þeir mæta á völlin sjálfan, racecourse, það er klefan þar og ádeismátur og fundir þar en síðan æfa þeir á velska landsissvæðinu. Það er alltaf æfinga þar og síðan svo fyndir sko að þess að þeir eru ekki ennþá komin að sitt eigið æfingasvæði einhvern veginn en árangurinn svo hraður og peningarnir eru miklir. Þetta er svolítið fyndir hvað infrastruktúrið er aðeins eftir á ennþá og en þú veist þetta var alveg Hollywood keimurinn var hann til staðum að var alltaf að fljúa í leiki skilur mig, alla leiki. Það var ekki þannig í Championship? Nei, þú veist það var kannski 2-3 yfir sísonið. Annars bara rúta. Reksandlum ef að ferðalagi er 2,5 tími í rútu, það var bara flogið. Nice. Og það var alveg, þú veist, svona viðbreiði skilur mig og síðan líka bara hótelin sem voru alveg grand skilur mig og En er það ekki, er það ekki líka þannig bara í Redding og Millwall og Bolton? Ekki alveg svona, þetta var bara eitthvað svona 5 season dæmi skilur mig. Þetta var alveg, ég vissi ekki að þessi hótel væri til sko sem var að fara á og en standardin gífulega hár sko. Veist, æfingarnar mjög góðar og gæðin flott, flotti leikmennana og þú veist, fullt af leikmennum sem ég bara ágætis nefn á ensku mælikvarða skilur mig og síðan þú veist, ég spilaði eiginlega ekkert hana ég byrjaði, þetta er bara eins og segi það voru 6 framherjar hana skilur mig sem eru miklu meira fitt en ég á þessum tíma og ég fann að bara ég kem hana í raun og veru sem bara svona reynslu þeir voru bara að fá mig til að þú veist, auðvitað vildi ég myndi að spila meira eðlilega, ég ekki segja það en það var líka, ég fann svona, Phil var alltaf að reyna að veiða upp og mér eitthvað svona aðeins miðla minni reynsla aðeins einhvern veginn til ungra leikmanna en þetta var eitthvað meira en bara að ég var að þú veist, fótbollalega séð sko sem var svolítið nýtt fyrir mér að ég hef aldrei gert það eitthvað mikið áður sko og en þú veist, einhver síður ég hefði viljað að spila meira sko en ég fekk búið að fá mínútur hana en síðan líka bara mann ég eftir í að kemst náttúrulega ekki hjá því að þess að ræða Ryan Reynolds og mættalega er að býða til því sko en
þú veist þá ég hitti hann í fyrsta skipti ég hitti ekki Rob McElhenney en sko þetta var svo grillað sko, þetta heimildamyndin er náttúrulega, eða heimildaþættin það er alltaf bara á leikdegi sem það er að taka upp, stundum fara á æfingar sagði að taka upp ykkur æfingar og allt innu kemur gæðin sem er með kameruna, strákar að lækka hérna tónlistinni þetta fyrir leik sko. En Ryan Reynolds og Channing Tatum er að koma að hérna aðeins að hilsa upp okkur já ok, og síðan úr strákanir búin að ákveða settu on cue lagið en að Magic Mike lagið þannig að þegar Channing lappaði inn þá eittu að vera að play sko, og það byrja og hann fyrir alltaf að dansa eitthvað og ég bara hvað er í gangi hérna sko, og allt í henni er ég að heilsa Ryan Reynolds fyrst skipti skilur mig og ég komst eða ekki tjá því að ég ólst upp sem úlingur að horfa allar að myndir hjá hann skilur mig og maður var smá svona starstruck einhvern veginn og voru að taka það upp skilur mig og það endaði ekkert í þáttunum því sem betur verið, ég var alveg út að akka sko og síðan Channing líka eitthvað að chit-chatta, þetta var svo grillað sko þannig að þú veist, en þetta er svona klúbur á helviti góður vegferð sko og svona skipulagi flott og skýrt einhvern veginn og held að þeir verða alveg Premier League, það er ekkert langt í það held ég sko og ég er líka bara mjög þakkláttur fyrir tíma því þráttur ég spilaði eða ekki neitt sko þá var ég orðin helviti fitt samt aftur það gáfu mér það plattformið að ég var að spila mikið til bikarleikina ég var að æfa í geggjum aðstæðum og tempói og góðum gæðum þannig að þegar ég fer næsta skref þá er ég bara alveg klár sko skilur mig þannig að þetta var skemmtilegur stuttur tími, frústrerandi mínútilega séð pirrandi sko en allt annað bara ekkert nema gott sko Nei, þú gæst ekki haldið áfram að það bara vildi finna eitthvað Nei, þú veist, fann það bara ég er ekkert að fara að vera eitthvað stór hlutverki annað sko þú veist, og what's the point sko þú veist, þeir voru heldur ekkert að fara að bjóða með nýjan samning sko to be honest sko en þá var ég smá svona hvað er ég að fara að gera, þú veist, ég halda þessu áfram og það Burton kemur inn í myndina Íslenskt eignarhald þar, mjög spennandi hvernig klúbbur er Burton Albion við hlustendur sem veit það ekki The Brewers The Brewers Þetta er mjög lítill klúbbur þeir voru mikið til í utandeldinni að ég held í mörg ár taka síðan eitthvað, ég held að það fara í Championship í fyrsta skipti í söguklúbsins held ég 2016 sem er fyrsta sísonum mitt í Championship og þannig að þeir fóru til svona rætt upp stigan allt í einu sko og eru búin að festa svona í sessi í Championship League One síðustu ár og þetta er mjög svona skrítin klúbbur af því á þessu svæði þá eru flest að þetta Derby stuðningsmenn eða Forest og mikið til svona stuðningsmann svona eldri kynslóðin svolítið sem er að styðja Burton Albion sko og lítill grútlegu völlur Pirelli Stadium en geggjuð svona læti á hann samt sko og stemning sko og já þetta var sko ég viðkynna þegar fyrstu viðbröð þegar ég fæ Burton þá er ég svona ég veit ekki alveg með þetta sko að því þú veist ég heyrði náttúrulega í honum Óla Palla sko og var í góðu sambandi við hann sko hann sældi mér þetta líka aðeins sko en ég man bara að horfa á töfluna þú veist, þið voru 12 eða 11 þetta var bara búið það var búið og ég er að fara að mæta hann eitthvað og ég er bara svona, þú veist en ég enda bara ok, þú veist, ég manni talaði við pappa bara einhvern sveitaveg í Wrexham ég var bara að segja við pappa bara, þú veist, pappi, ég veit ekki hvort ég geti þetta sko, í alvunni talaði, ég bara og hann bara, þú veist, basically með hvað er að vestu ekki gert, þú getur alltaf hætt þú veist, ef þið líður bara hræðilega skilur mig, þetta er bara umulegt og stemningin hann er umuleg, ég var bara að ímynda mér bara að mæti í umhverfinu, get toxic allt í afturfótunum, klúbbur lítið þú veist, ekki góða spennandi klúbbur í fyrstu viðbröð skilur mig þannig að ég lætu, síðan heyri ég Gary Bowyer sem er þjálfari liðsins og ég fann strax svona einhvern veginn bara herrið, ok, þannig að ég veit ekki hvað það var eitthvað röddina og svona væpið þegar hann var að tala við símann sko, svona ég væri að fara að vera að spila mjög mikið hana og bara verið mjög mikilvægur og
og hann sagði, ég lofi ekki ef við sem fara að halda okkur uppi en ég meina ef það gerist þá ertu bara þú veist, það ertu bara að vera legend skilur mig, þannig að þetta er bara what's the worst can happen, þannig ég mæti hann á fyrsti leikurinn á móti Crowley sem er á botninum eða með okkur hana Það eru konur í ástyrið þarna já, og þar eru bara í bölvuðu brasi skilur mig og við áttum að tapa þenn leika enda í jafntefli þá var ég bara, þú veist, þetta var bara hræðilegu leikur ég er bara í Crowley og ég er bara, oh my god sko, hvað er ég búin að gera sko, veist, og ég er bara þú veist, og maður var bara svona fyrirliðin og hafa tekið á hana fyrirliðabandið og var svona chaos einhvern veginn og dramatík og ég bara, oh my god sko, síðan bara allt í einu bara spilaði frá byrjun næsta leik mútið Viggan, skoraði þar og vinnu þar 2-1, geggjaði sigur á mútið Viggan, erfiður útivöllur og bara förum á rönn og ég líka og skora og við innum með einhverja 3 eða 4 leiki í röð og búum bara ekki að tapa bara, og erum bara að klífa upp töfluna bara þvílið hratt sko og allt í einu komum við eitthvað svona von í þetta og síðan kombinationi af þjálfarnir sem var geðveikur og leikmann á hópnum af því þeir fengu síðan fleiri í sama glugga og ég, góða karaktera Charlie Webster sem er að lána frá Chelsea og svona góða leikmenn sko, karaktera og Max Karkombe sem er hann markmaður Nýja-Sjálflands á HM hann er komin í Millwall í dag og það var bara komið svona kór af geggjaðan leikmennum einhvern veginn og svona trú og síðan var þessi þjálfari svo, hann var svo mikið svona hann var svo ferskur eða svona öðrísi á ensku mælikvarða enski þjálfari er oft svolítið svona til og old school og direkt og svona röff sko, með hann var bara svona með leiði alltaf eins og hann væri bara eitthvað kennari skilur mig, bara svona léttur og hann var að láta menn einhvern veginn hann var með svona sniðu að svona leið til að láta allavega vera svona mjög þétta saman sem lið, þú veist, hann var að láta menn opna sig aðeins, vera smá vulnerable án þess að sé eitthvað nógu mikið þá var hann bara basically að láta menn standa upp á fundi og þú veist bara hverjar er þínar hetjur í lífinu og fólk kemur, þú veist, einhver leikum koma að mynda mömmu svona pappa eða eitthvað svona og þau eru aðeins að tala sín bara sett lífskeið skilur mig, bara svona mjög persónulegt sko. Áhugavert og er að svona, og menn voru alveg til í þetta er alveg óþægilt, það vilja ekki allir gera þetta skilur mig en þetta svona skapaði þannig einhvern veginn, veit ég aðeins meira þína sögu og þegar þú ert á vellinu þá svona hann svo fattir að þá ertu að hlaupa ekstra fyrir þig skilur mig, unconsciously sko. Þannig að það skapaði svona bara svona geði mikið unity einhvern veginn og síðan alltaf bara björguðu okkur þú veist, með 2 leiki eftir eða eitthvað sko. Þetta var ótrúlegt og þú veist, ég man líka bara sko sorry ég gripa fram í, en maður bara þjálfarinn sagði eins og ef þetta væri eitthvað annarlega en Burton Albion þá hefði verið meira að tala þetta sko. En það ekki þetta er nefnilega lýr eftir hlustendur sko. Það er, eins og segi, áður en Jón Daði mætir þetta inn, það voru 12 stigum frá öruggu sæti Jón Daði setur nokkur ansi mikilvæg mörk þarna og við sjáum það að klúburinn endaði núna þetta ári í 17. sæti Óli Palli og fleiri, þetta er spennandi vegferð sem fólk geta að fylgjast með Já, þetta var bara hrikalega skemmtilegt sko og eins og segi bara, þegar maður hugsaði tilbaka þegar maður á bílaplanum tala við pappa versus síðan í dag, hversu þakklátt að maður er að hafa tekið stundum það maður bara láta vaða skilur mig og ef þetta gengur ekki upp, þá gengur ekki upp en ef það gengur upp, þá er það bara frábært skilur mig þetta var svona gott dæmi um það hvað, þú veist, maður er stundum á svona krossgötum einhvern veginn og þú veist, það var bara hrikalega gaman og síðan eins og mæti hann á réttum tímapunkti, þú veist, ég var hann fitt aftur einhvern veginn og mér líður vel, þú veist, og er svona aðeins svona meira sharp, sko, og mæti síðan bara í gott lið, sko, miklu betur en ég held, sko. Ég er ánægð með pappa en bara kerðu bara á þetta Vestafalli hættir bara og auðvitað viljum við bara fá styttu fyrir utan völlin af JT með við framistöðuna svona hann alltaf kemur fram að þau buðu nýja samning þó ákvæmst að kalla þetta gott hugsaður bara fullkomin endalok á atvinnumarferðlinu Já, ég var bara búin að ákveða ég sagði við Maríu konunni mína bara fyrir áðurinn fór í Burton þá sagði ég að þetta bara the last dance skilur mig veist, ég var bara búin að ákveða það bara, þetta er bara þetta og síðan heim sko. Og það er alltaf þetta argument já, hann hefði getað að halda sér lengur úti og það er alltaf sagt haldur eins lengi úti þú getur ég er bara ósammála því persónulega, þú veist,
En er ekki bara til að slíta eins mikið seðil og hægt eða? Ég ætla það ekki, ég veit það ekki, þú veist, en þetta sé, jú, Þannig að svo er þetta kannski búið og... það er kannski líka alltaf svo ég sé ekki að traðka yfir það Nei. stæmi, sko, því perspektíf hverjir sumir eru að öðrum stalli fjárhagslega og annars, skilur mig, ég fann ekki verið þörf að vera eitthvað, mér fannst það bara réttu tímapunktur og ég fann það líka ef ég myndi halda, ég bara göttið, skilur mig, ég var að halda hana áfram annað sísón. Það var svona falleg saga sem var kannski bara svona... Já, þú veist, þannig að maður vill ekki þá maður á alltaf að pæla eitthvað í svoleiðis að, þú veist, labba í sólsetri, skilur mig, en þetta var svolítið þannig einhvern veginn, bara svona perfect ending, skilur mig, get skilið mennskuna á góðan hátt, sáttur og komið heim og, já, bara komið heim á Selfoss, skilur mig, Þannig að ég bara sé ekki eftir þeirra ákvörðun, sko. Nei, við erum að fara í landslið, mætti segja að svona, kannski eini klúbburinn á þessum klúbbum sem við erum að tala um í kvöld sem á kannski, ertu ekki að kíkja á leiki hjá væri Millwall? Já, ég er ekkert mikið að kíkja á, en sem á stöðurismennina? Ég bara þóri ekki að sjá mér sko. Ég þóri ekki einu svona heldur sko, Nei, ekki að ég sé að setja út Millwall eitthvað sko. Þetta er flottu klúbbur sko. Þetta var bara mat sem gekk ekki upp? Þetta bara gekk ekki upp, skilur mig og þetta er hörku klúbbur sem eru bara með sitt mjög skýra identity og stefnu, skilur mig, og fullt af ótrúlega góðu fólki, gleymd að segja það, starfsfólki hana og leikmennum líka, skilur mig, en það er bara fótboltalæsið og bara stuðningurinn var bara gekk ekki, skilur mig, og það er bara it is what it is, sko. Þeir munu pottið fara í Premier League, þeir eru alltaf mjög nála því. Já, þeir eru rétt mistu að þessu núna í þetta sísonið, sko. Þannig að það hefði verið gaman að sjá það, sko, meira svo að þetta bara hríðfallir næsta síson, skilur mig, bara öðri sér heldur en að fá Southampton eða eitthvað svona, þú veist, þú vilt fara að fá eitthvað aðeins öðri sér, sko. En þú sagðir að stuðningsmenn var orðin skárri, af hverju er það? Er það byrjað Já, þetta var náttúrulega brútalinn í fortíðinni, sko. Það geta húlíkan svona... Já, þetta var náttúrulega húlíkanin sem döðan svona, sko. Þetta er, þú veist, það er búið að deyja eins út, en það er samt alveg skemmt eplið hana, sko, þú veist, ennþá, þú veist, og það eins og segja, það var varað við mann, eins og ég sagði, að við ekki að bregðast við stuðningsmennunum með hann eins og leiðis að því María sagði til mér þegar hún var á leiðin að leikja, en henni leið aldrei neitt sérstaklega vel, skilur mig, það var að labba á leikvanginn sem er kjánalegt, skilur mig, en það er bara, þetta er bara sem ég leið bara ekkert vel hana, skilur mig, þú veist, en Guð minn almáttugur hvað þetta var svona góð reynsla, sko, bara hvað þetta gerði mann einhvern veginn bara betri og sterkari, sko, á bara, svo fyndið, þú veist, það hvað maður er þakkláttur fyrir þennan tíma líka, það var erfið sem maður var, sko. Klart. Ef við förum í landsliðið og kannski byrjum að því hvernig þú kemur inn í landsliðið, sko, hvernig áttar það á því og fannst líktin að ég get orðið fastamæður í þessu lið og bara lykil leikmaður? Já, þetta var svo skrítið, sko, því ég var að rifja þetta upp daginn hvernig ég kem í landsliðið, þá var ég bara búin að vera út á einum og sko, var þá í Víking í Noregi, þetta er svona 2014 held ég, eða 15 eða eitthvað, ég man ekki, 2014 þá kemur Heimir Hallgríms á leik í Noregi. Já, aðstoðarlandsþjálfari. Já, man eftir þessu og ég man að skátin okkar í Víking heitir Gary Goodchild og breskur og hann sagði ætla ekki að segja þetta en ég verð að segja það aðstoðarþjálfari landsliðsins er komin að horfa á þetta ámættu Ólesund held ég eitthvað slegis og ég bara ok, geggjað, sko, og þá náttúrulega var geggjað, þú veist, ok, ég get reynda að sína með, þú veist, aðstoðarþjálfari landsliðsins að horfa og ég skora 2 og í þessum leik og við vinnum 3-1 eða eitthvað og ég skora ógeðslega eitt mitt besta mark á mínu ferli svona volley fyrir utan teig hann bara gekk allt vel og síðan hitt ég hann aðeins eftir leik og meira var það ekki, sko, og síðan var það fyrir hann að Tyrkjaleik man ekki alveg hvernig það var en ég mættur hann bara óvænt held ég, sko, ég held að það hafi örugglega verið Heimir sem hafi svolítið spilað inn í þar, sko þannig að ég mætti hann á æfingar og mér finnst ég bara að standa mig mjög vel en ég heyrði það í þessum daginn eða eitthvað Kári Árna og var eitthvað að segja frá þessu. Ég held að það verið hér, já.
og hann sagði bara hvað ert að gera eða eitthvað svona að gera skrítið Hann sagði bara, eitthvað þvæla hann sagði eiginlega bara, hann skildi ekki hvort það var rétti maður svo til hann eiginlega Nei, bara þetta var bara eitthvað, ég var að gera eitthvað hlut á Já. æfingu sem var asnalegir en ég hugsunum núna ég fannst ég standa með mjög vel sko. allavega fyndið sko. En síðan bara ég bara í starting skilur mig sem ég bara smá flatt upp á mig sko. Ég bjóst ekki alveg við því sko. og ég vil bara meina það örgulega bara við að hann kom sá mig og síðan líka bara æfingunar þótt að Kári segir annað en mér fannst ég allan mínum að þetta standa mig mjög vel á æfingum og fæði sjensin og þetta gerur svo hratt Ég man þegar að skora um til Tyrkjum ég var alveg bara, ég hafði heyrtu þetta nafnið og munið þetta er í Íslandi en ég bara þetta var líka, markið var svo steikt sko, eitthvað furðulegu skalli eitthvað neginn en þetta er alveg þetta er alveg rétt í það þetta er líka skrítið aðeins fyrir mig sko, hvað þetta gerist svo hratt veist, ég var kannski ekki þannig laga sér þekkt nafn kannski fótboltalega séð þóttu kannski flest allir fótbolta áhuga menn kannski vissu hvað maður var en þá var allt þú veit ég hana í byrjunlegin út í Tyrkjum skilur mig og Out of the Blue sko, fyrsta leik undankenninnar og og ég man bara veist, ég fann ekki fyrir neinni pressu sko. Skilur mig og það er sko góður staðar að vera á vegna þess að það er enginn að búast við neinu skilur mig og þá bara spilaði ég mjög vel að með minnir og átti mjög góð og skoraði þokkabót og síðan þá fann ég sem að já ok, þetta getur orðið svona alveg veruleika að vera eitthvað fastamæður því þetta var svo hrikalega skemmtilega leikur gekk vel, ég spilaði vel og vinnum 3-0 og það var kannski þegar maður svona spilaði sem þetta Hollandi heima þá fann maður kannski ok, þetta er orðið svona eðlilegt skiljið mig en þetta gerist hrikalega hratt sko. Það er alveg skrítið þú veist, yfirleitt eru menn svona meira svona aðeins í auðvitað einum síðan koma þér á til í verkefni kannski er í hlutu hóp, sem aftur auðvitað einn skilur mig, meðan ég fyrir bara strax einhvern veginn þetta er óvinnilegt kannski en mikil alveg sens sko. Sko dúó sem að íslenska þjóðin náttúrulega elskaði og elskar ennþá þið Kolbeinn Sigþórsson, okkur náðu þið svona vel saman? Ég veit það ekki sko, ég ætla þessi ekki bara öðru sér leikmenn einhvern veginn svona komplementum hvorum öðrum nokkuð svona þægilega, þú veist, hann er náttúrulega bara markaskorur í döðans og bara þarf ekki að lýsa honum skilur mig frábær í loftinu og skrokkur og góður í að halda boltanum og náttúrulega markaskorari þú veist og ég var hann bara svona einhvern veginn dýnamíkin kannski svona dýnamískur í kringum hann og svolítið svona strekkja vörninni oft á tíðum skilur mig og taka einn svona öðrísi hlaup og þetta var svo öðrísi, við erum svona öðrísi skilur mig og það kannski að balansin var þá svolítið skemmtilegur sko og já, þannig að þegar þú ert þarna 2014 eftir komin í landslið og þetta fyrir svo Evrópumótið 2016 mikið talað þarna var þetta hlaðvarpin ekki byrjaðin í fjölmiðlum annað bara, þú veist, Alfred Finnbogason og þarna á eldi, Viðar Kjartansson vinnuðin var á eldi, hugsa maður út í að bara, heyrðu, ég þarf að standa með það því að þessi tveir görur á bekknum. Já, ég fann alveg fyrir því sko og síðan líka sko félagsliðinu og ég var ekki að standa með eitthvað frábærlega þá, þetta er annað ári mitt annað í Noregi og það ég er ennþá sem í svona eitthvað neginn að klíða upp stegan þar sko að meðan þeir við erum sísonið í Vålerenga bara djók sko og síðan Alfred líka þannig að ég fann alveg eðlilega fyrir smá svona shit, ég þarf að og það var bara svona jákvæð pressa að því þú veist það var bara svona á þegar koma landsleik þú veist þá var ég bara on it skilur mig og síðan to be fair þú veist eins og með Alfred og við erum bara úksla professional skilur mig því ég veit alveg eðlilega þetta er okkur að pyrra það á skilur mig að þeir vilja alltaf spila eins og ég og aðrir alla leiki en það voru alltaf bara geðið professional og því líki liðsmenn sko en já, þetta var alveg skemmtileg tími sko það er alltaf skemmtilegan tíma Frakkland 2016 mættir Evrópumótið Jón Daði skórar þetta móti Austurríki setur hann ætla búið að tala um þetta margótt Englandsleikurinn í Nice, ég ætla að reyna að finna einhverja nýja spurningu á þetta en manstu ennþá eftir þessu eða er þetta allt bara einhver móða? Já, nei, ég man alveg eftir þessi svona snippet sko, ég var einmitt að horfa á leikinu daginn, ég hafði ekkert hort á leikina aftur almennilega, skilur mig og ég fekk að
en að horfðu á Englandsleikinn daginn með Gumma Ben að lýsa Já, það var útla gaman að sjá svona að fá útsendingu tilfinninguna þannig að það átta með svona á því hversu stórt þetta var fyrir land og þjóð sko. já En já, Englandsleikurinn Austurríkisleikurinn líka skilur mig, mann bara skoraði þetta markana til að snemma til 17 mínútur eða eitthvað og Svo var það bara suffering, það sem eftir var já, síðan bara mann ég bara, oh my god sko, Skoraður og snemma já, alveg sko var bara auðvitað minn eigin teig alla leikinn sko og ég bara útrúlt að það magnaði við náðum þessi sigri í draun og verið mjög ást svo góðir sko en já, það bara skemmtilega hópa það klúður líka víti, það var fólk gleymið því oft, þegar klúðruðu víti held ég til að það var hendi Ari Freyr braut á en fólk gleymið þessu margin sko alveg rétt en síðan Englandsleikurinn alltaf líka alltaf klassík skilur mig að þetta var bara líka svolítið skrítin leikur því mann þeir skoruðu eftir 4 mínútur víti, þá var maður bara að hugsa eðlilega sem manneskja bara þetta að fara að vera helvítis fjallganga núna sko en síðan bara skoruðu við strax Raggi og ég man bara body language þetta var svo skrítið það bara einhvern veginn það var bara svona Space Jam effekt einhvern veginn það bara einhvern veginn kraftanir fóru einhvern veginn úr þeim eða það voru svo skrítnir á vellinum maður fær svona tilfinninguna skilur mig maður sér það hvernig þeir reyfa sig og sendingar hjá þeim voru shaky Wayne Rooney var að pinga boltanum út af í innkast og það var allt einhvern veginn og síðan var maður bara svona aðræninn að sensa þetta og hann var eitthvað trasstolkað hana hvort það var Störling eitthvað einhvern gýr og maður bara svona hvað er að frétta þetta var gaman sko en og maður bara fann að maður svona veginn, þetta leið óþægilega sko og svona blóðbrað fyrir okkur sko síðan allt inn verið yfir sko og síðan alltaf bara síðan líka mann ég þetta er svo áhugavert sko, það er oft talað við mann þetta landslið skilur mig, hver er ástæðan, hvernig náið þessu hvernig tókst að ná svona heild eða svona liðsheild og hvernig það var solid sko og ég hef ekkert svör við því endilega, það nema bara það var svo mikill einfaldleiki í áherslum frá Lagerbäck og Heimi, þetta var ekkert rocket science í raun og veru þetta var bara, við meins að leikmenn í herbúin, þá voru ekki allir vinir, skilur mig ég er ekki að segja eitthvað malis eða óvinir en það bara allir virðingu fyrir með öðrum, skilur mig á vellinum ég meina ég veit ekki hver ástæðan er eins og hver ástæðan í svona landsleikum á Englandin þá var ég og Kolli var alveg búinn á því og var eitthvað, manna sagði eitthvað við mig og ég sagði við hann, herðu, ert þú bara uppi? Ég skal bara aðeins sópa fyrir neðan þig ég get ekki útskýrt á hverju ég segi þetta, ég myndi aldrei gera það fyrir félagslið sem ég er hjá sko. Skilur mig, hver er ástæðan ég að segja að gera þetta ég veit það ekki, skilur mig einhver er ástæðan, skilur mig og síðan ætlaði að taka mig út af í leiknum fyrst en Colin sagði nei og það var hætt við þannig að hann fór út þetta var svona, þetta er alveg áhugavert mér finnst það, eðlilega er eðlilt að fólk sé að spyrja spurningar, skilur mig hvernig náðum þessum árangri, skilur mig en þetta endur þetta þá er þetta ekkert svarið er ekkert flókið, sko, þetta er bara einhvern veginn það er bara stundum nærmaður bara einhvern veginn chemistry í einfaldleika og bara einhver solid dæmi, sko ég hef ekki alveg svör við því, sko Hvað svo magnaði allir að elda nákvæmlega þetta og það smalt bara í einfaldleikanum sko. Þetta var svo einfalt sko, áherslan er einfaldar síðan voru þessi gaggana virðing sko, það var aldrei reglur það var alltaf bara mennur, þeir eru fullanir einstaklingar þeir viti hvað er sniðugt, hvað er ekki sniðugt þú veist og síðan ef það var eitthvað sem var ekki í lagi það var bara tæklað nú leitinu og búið sko. Þetta var mjög svona Lagerbäck til með snillingur í þú veist, bara einfaldleikanum sko. Bara, þú veist, háum standard og bara 101 einfaldleiki sko. Bara ekki tapa einum á móti einum þú veist, það er ekki búið að heyra þetta endalaust, skilur mig, þetta er frægt sko, en hann var alltaf, þú veist, hann náði innstillleikuninn í mann bara þú veist, eins og Hollandleikurinn mann ég heima þá seldi ég mig einn og einn þú veist, rétt fyrir utan þeirra eigin teik sko
venjulega, þú veist, fólk tekur ekkert eftir þessu Nei. en ég man ég var bara, þú veist, djölinn þú veist, einn og einu miklu lengst og völdi sem áhægt að skipta henni máli síðan daginn eftir þetta ekki fundið, þú veist, ekki alveg nægilega gott njóndaði, þú veist þannig að þetta er alveg tekið fyrir, sko eða, þú veist, bara eins og svona moment sem flest að þetta kannski pæla ekki í, sko En kannski þetta upp á karakterin, þú veist þetta hvernig hann talaði til ykkar, þetta er ekki alveg nóg gott Jóndaði, það var ekki hann var ekki að hrauna eða á háasíðinu Nei, hann sagði bara að þetta er ekki alveg gott en þú kemur tilbaka, það er bara flott, sko eða, þú veist, það var aldrei neitt svona hann var bara sult sal í rólegur, sko en ég var samt alltaf skítræddu við hann, skilur bara, þú veist, maður mæti hann á þröngum gangi á hótelinu, skilur það er alltaf svona óþægilegt, sko þannig að hann er bara með eitthvað svona rosalega nærveru, sko sem er bara þvílík virðing sem að hefur fyrir honum, sko. Eitt sem langar að spyrja ánum höldum aðeins áfram í Evrópumótinu það var nú ákveðin eða var í gangi umræðum dagina sem að Arnar Gunnlaugsson og þetta núverandi landsliðsþjálfari var svona, ég ætla ekki að segja hann hafi talað niður til ykkar í gullkynslóðinu, en talaði að hann vildi spila á betri fótbolta og þetta hefði ekki verið sustainable til lengri tíma og annað og Kári Árnason mætti þetta til okkar og var alls ekki sammála sínum gamla vinni þarna. Er ekki erfitt fyrir mann sem var í hringuðin þarna heyra landsliðsþjálfara að tala svona, þetta er ekki eitthvað Jón út í bæ? Nei, þú veist, ég hef þess að bara eðlilegt að hann sé að koma með þetta teika því hann er alveg bara eins og eiginlega flest allir aðri vilja reyna að líta fram á veginn, sko og ég fæ stundum smá svona, þú veist, þessi stimpil gullkynslóðin, sko það fer alveg smá svona, þú veist ég veit það ekki, maður vill ekki þetta er alveg fallegt og allt það en þú veist, maður vill náttúrulega landslið í dag að mér veist eðlilegt að það sé verið að reyna að koma með þessu öðrísi þróun, skilur mig og það eru öðrísi leikmenn sem eru með innanhandar í dag sem við vorum með ég veit alveg hvað hann er að fara, skilur mig, ég held að hann sé ekki að setja út okkur þessar gullkynslóð en það er kannski element svona sem þú þarft samt að hafa líka með í dag, skilur mig það eru, þú veist mér eins og vörnin til dæmis við erum að fá okkur svolítið mikið af mörkum á okkur, en það er ákveðin fórnútaði hvernig við erum að spila í dag, skilur mig það er bara hvernig næmar að finna hana balans, skilur mig á því að spila flottan fótbolta sem er possession based sem við erum að reyna að gera versus, þú veist, að ég skilur mig, þú veist að en ef maður gleymist átt eins og með landslið þá gullkynsluna eða hvað kalla það, þú veist að við vorum með þettir og sólið tilbaka við áttum alveg kapla sem við vorum alveg, það átti við að halda bolta, skilur mig klálega þannig að þú veist, það var ekkit bara eitthvað kick and run, döðans, skilur mig þetta var alveg líka balansir að þótt að var aðeins meiri í hináttina varnarlega, skilur mig en síðan líka eitt að við erum alltaf ennþá bara litla Ísland, skilur mig og ég veit að maður ekki að fela sig bak við það endalaust af því við þurfum að líta hátt upp veginn en þú veist, við erum að spila svona ákveðum fótbolta sem er possession based eða hvað við skalla það, svona eins og við erum að reyna að spila í dag en það eru líka allar hinaþjóðnir sem er miklu stærri en við, sko gera það líka, þú veist, og við erum með fleiri innanbúðar, sko þannig að ég held að þetta, sko, argument, sko Já, en svo veltum maður líka fyrir sér Viktor að tala með okkur, er að sko frakkar spila engan brasilískan sambandfótbolta, það er bara að ná í úrslit af hverju við þá að geta meira núna reyndar af hverju við þá að geta það? Já, ég með svo geggja þess með frakkana, þú veist það er svo gott liðið að, þú veist, mér finnst þið bara að fara eftir tilfinningunni oft á vellinum, þú veist, það er bara svona sensa bara, já ok, það er ekki ón að spila nú, við erum bara að pressa okkur í drasluna nú erum við bara flengjunum upp og þú veist, það er svona mixes einhvern veginn eftir aðstæðum á vellinum, að þess að ég horfa okkur spilaðum, þá finnst ég landslið í dag, skilur mig, mér finnst við að vera stundur svona af og til svolítið one-dimensional þess að því, þú veist, plan B stilmis, mér finnst okkur stundur vanta það sem í ákveðnum leikjum sem eru kannski öðrísi en þegar það virkar sem sagt plan A þá erum við geðveikir, sko, eða finnst mér þá lítum við alveg hrikalega vel út, sko en mér finnst alveg, eins og segi, þessi leikmenn sem við höfum í dag í landsliðinu er úrslega spennandi það eru útrúlega spennandi leikmennuna og hæfileikaríkir Þetta er allt öðruvísi Já, og síðan gleymum við ekki því að pæli reynslu sem er að fá líka með árunum núna það verður bara betra og betra í þeirra þróun, sko, og reynslu einhvern veginn og ég held að þetta verðarlega, þú veist give it time, sko, ég veit að maður ekki segja þetta en það kemur að því að við förum á stórmót Jandinn hafið það, sko Kári heldur að það sé einn í þessu liði sem kemist í gullkynslóðuna Já Sammála því? Hver er það? Ég held hann að það nefnt ekki setja hann Orrastein það lítur að vera annarkvort Albert Hákon eða Orri Já, líklega einn af þeim þurfur
Kári er náttúrulega grjótharður sko. Já, En ég skil ekki á við, þú veist, þetta er bara öðruvísi, hvað segir maður, bara öðruvísi einstaklingar, þú veist, eins og öðruvísi leikmenn og karakter sé líka, sko, þetta þú veist, það er svolítið í það að þú sjá annan Aron en Gunnarsson, skilur, in his prime. og Kára og Ragga. Já, þú veist, þetta er bara svo mikil akkeri og stundum finnst mér kannski, ég veit ekki hvað ef ég ætla, með landslið í dag, stundum finnst mér vanta svona smá einhver svona holningu, skilur mig, ég veit ekki hvað það er, ég veit ekki hvernig ég á útskýra það, en það vantar einhver svona presence stundum, hvort það er í hjartanu einhvern veginn, eða þú veist eins og bara sem Aron Einar eða til sem dæmi, skilur mig en ég, eins og segi, ég get ekki að fá skoðun mína á landsliðinu og svona, ég er ekki til þinn allra besti sko, en þetta er allan sem ég fæ á tilfinninga því ég horfa á þetta í dag. Já, þú er samt meira en flestir sem er stjórnum þetta. Þetta er margir betri sko. Hvort lið vinnur EM 2016 eða HM 2018 og svo kannski önnur stærðagráða EM versus HM? Hvað segirðu? Hvort íslenska liði vinnur EM 2016 eða HM 2018 lið? EM 2016? Já. Hvaða lið vinnur EM? Nei, sorry, ég er að spyrja íslenska lið á EM 2016 mætir HM íslenska liðinu. Já, EM allan daginn sko. Hver er munurinn á þessu liðum? Kolbeinn bara, þú veist in his prime, skilur mig og ég veit ekki, það er bara, þú veist líka bara aðeins yngri í þokkabót, þú veist, Birkir Bjarna geðugur, skilur mig, útrúlega vannmetin leikmaður ég ertu með Aroninar, þetta er bara rock solid lið, skilur mig, þetta er bara lið, þú veist, og Hannes, þú veist, svo Gylfi ágætur, þú veist, og þetta var bara, já, ég segi, þetta var svona balansin var svo réttur, það var svo perfect balans á öllu, það var svo mismunandi típur af leikmönnum sem komplementuðu hverjum öðrum svo vel sko. David Jones, við klikkuðum í síðast þetta. Við skiptum. Ég er búin að fá fjöldan allan af fyrirspöndum. Já, bara hlustendum. Stoppaður út á götu sko, bara, eru David Jones hættir, er ekki allt í góðu, hvað kom fyrir David Jones? Að þeir eru búin að vera með okkur í 5-6 ár núna og allt í nú voru þeir ekki í síðasta þætti, þannig að hvernig getum við gleymt þetta? Eðlilega voru margir líka á golfvellinu sem ég held að vera að segja nei, það var verið að pæla eru þeir hættir, hvað er að gerast? Eru döðlurnar hættar, eru prótínstykkin hætt, náttúrulega með netunum, þú veist, er það mamibönirnar? Þorvaldur er hvergi hættur? Nei, hann er nefnilega ekki hætt, er þetta að segja mér súkkulaði húðu döðlurnar tjokkoteit sem við farnar á búðum? Nei, þá klikkuðum við bara en við gerum það ekki aftur og Sour Strawberry og salti licorice eru auðvitað komnar í takmarkuðu magni núna í sumar. Já, mitt allra uppáhalds. Lengjan, ef þú vilt setja smá spennu í HM. Núna fara leikin að vera spennandi. Já, þeir eru reyndar árnir að sé spennandi. Eða það vantar að setja smá spennu í undanúrslitin. Já, fyrir þá sem eru líka að fylgjast með Jóni Daða. Já, Selfossi. Í Emmitt, sem er á vegferð upp í lengjuna. Já. Þá er lengju appið, alltaf skamt undan. Það er Selfoss er okkar leið núna í sitildinni. Heldur betur svo, ég fylgdist límdu með skjánum á móti Árborg daginn, hann var á YouTube. Frumherji, fyrst í skoðun svo í frí. Allir að drífa sig í skoðun í frumherji, allir með 6 í endastafi eða 7 tic-tac. En það var áhugavert sko að við færum okkur yfir heimsmeistarmóti að alveg eins og við tölum á honum Alfreð og þarna maður hefði haldið einhvern veginn svona horfandi á tilbaka að gerðu örugglega sambarlegt með Heimi og með Lars en við sjáum til dæmis að Heimir, hann fór meiri til dæmis í 4-4-1-1 og hann var að spila bara með Alfreð upp á topp og fleira. Var Lars hrifnari en Heimir? Var Lars hrifnari af þér heldur, af því að hjá Heimi spilar hans með? Já, getur vel verið sko ég veit það ekki alveg sko en ég spila alltaf minna aðeins þegar Heimi tók við það, bara fakt ég held bara þetta er bara fílaði Alfreð meira en mig, skilur mig það er bara allt gott að blessa, það er bara hann leikmaður sem hann sá betur fyrir sér í hans leikstíl minna, þú veist, HM til dæmis, þú veist það er ríkilega leiðilegt að segja þetta en fyrir mér var það bara mjög persónuleg vonbrigði sko það var útrúlega gaman að sjálfsögðu upplifunin og allt þetta en þú veist,
ég spilaði Nígeríuleikinn Mhm. var ekkert sérstakur ef ég var alveg hinskilinn, allt í lagi en svo sem allt lið, við bara töpuðum Já, til líka alvöru liðið samt Nígería sko. já, en þú veist, það var bara svona skrítið HM fyrir mér, þú veist, ég var á bekknum á móti Argentínu allan tíman kom ekki inn á, sem byrja með Nígeríu sem á bekknum með Króatíu allan tíman og, þú veist, þetta var svona það voru bara gífulega vonbrigði, sko, persónulega þú veist, og það það er bara svo það að aðrir sem einhvers breyta sig í staðin, það var bara frábært Já, kannski spyrja munurinn á Lars og Heimi, þá er talað þegar Heimi var hún aðalþjálfari Heimir er aðeins mér svona, hvað segir maður, hann er bara aðeins öðruvísi aðferðafræði, kannski aðeins svona opnari fyrir breytingum sem hann var vildi aðeins svona krydda aðeins í þessu eftir að hann fór sem er bara allt í lagi, skilur mig, og gekk bara vel Já, heldur betur og Lars er bara svolítið svona mjög svona fastur í sínu bara einfaldleika döðans og er ekkert mikið að breyta honum ég man líka bara, þú veist ég meina, hann var ekki drifinn af þegar við vorum ég ætla ekki að ég var kannski að segja það en að Arna Viðars var tíminn og þú veist, það var hann aðeins með okkur hann mætti sem okkur aðgjafi þetta? Já, var aðeins smástund og við vorum spilað Þjóðverjum og vorum að tapa held í 4-0 eða eitthvað, ég man ykkur æfingarleikur og þú veist, þá var allt í einu konur úr því að vera í lágvörn yfir því að pressa markmannin þú veist, það sendi ekki bara að pressa alla leið á markmannin skilur mig. Átöðallum Þýskalandi Já, og ég man því kom út af COVID sko, og satt á hliðum fyrstu og hann bara, Jón, this is not good það var ekki alveg að fíla þetta sko, ekki að setja út á Arnarkallinn sko, það var bara að fyndi, þú veist, hvað kontrastið var, þú veist, hann augljóslega er ekki hrifinn af þessu en sem, já það er bara fyndið Eitt sko, þinn síðasti landsleikur er 2022 eins og við höfum verið að fara yfir hérna í kvöld ég meina þú átt hörku feril til ásins 2025 og á ræti tekur þetta að liðinu 23 er með liði til 25 þú gafst aldrei út að vera hættur í landsliðinu? Nei, ég sko, ég var ekki valinn í fyrsta skipti í langan tíma í landsliðið þegar ég var í Millwall var búin að vera í kuldanu þar eins og voru búin að ræða þá var Arna Viðars þjálfari og Eiður Smári og ég fæða bara les það bara í fjölmiðlum að ég sé ekki hóp ég heyrði ekki neitt sko og fyrir en daginn eftir þá ringja þær í mig sem ég var staburt og já, þannig að ekki setja neitt út af þá skilur mig en bara því maður var búin að vera alltaf lengi í landsliðinu skilur mig, þá var þetta smá sjokk að sjá þetta á fótbolti.net í staðan fyrir að heyra frá að því maður er að heyra til mér í sig að dúllu eða eitthvað upp á bara, þú veist þetta flugulaust, það er best fyrir mig skilur mig síðan sín ég alveg skilning, skilur mig, bara í kuldanum og ert ekki að spila og ert ekki valinn þú veist, það er engin áskrift, skilur mig en maður var búin að vera þannig upp á smá virðing að gera, skilur mig að heyra í fólki áður en það fyrir fjölmiðla, skilur mig það er ekki daginn eftir og en þú veist eins og ég er ekkert að setja út á þetta er bara mannleg mistök, skilur mig og heyrðu allan í mér, skilur mig daginn eftir og en þú veist það satt smá í mér og síðan var ég bara svona ég veit ekki, það var bara maður var bara komið með smá svona ég veit ekki, kannski vildi maður aðeins fara bara eiga meira tíma fjölskyldu einhvern veginn og bara aðeins að stíga til hliðar frá landsliðinu, ég gaf það aldrei út svo sem en ég talaði samt við Arnar samt sko að hann vildi fá mig síðan í eitthvað verkefni janúarverkefni, ég var í Bolton Settir hann á Uganda? Já, nei það var í Millwall en það vildi síðan fá mér í annað verkefni janúarverkefni, þá var ég í Bolton skilur mig og í miður sísoni ég var alltaf bara, nei, veist, ég er ekki að fara það sko og þú veist þá já, enda síðan bara var ég ekkert valinn aftur bara fjarað út eitthvað neginn sko þú veist, ég veit ekki af hverju, og ég heyrði aldrei í mér það er bara ekki neitt sko og menn bara kannski bara vilja horfa fram veginn skilur mig, en ég heyrði aldrei neitt meira sko, þetta var bara eitthvað neginn fjarað út sko. Ég veit ekki af hverju en ég hefði verið gaman að spreita sér þegar maður er í boltan eða eitthvað svona en það var ekkert úr því og það er bara eins og það er Já, það er rétt
Við erum komin í loka liðin. Ég er með kaldastriði líka þetta. Það er kaldastriði? Já. Já, laglegt. Það er rittarspurningarnar. Hafsteinn Árnason spyr er það eitthvað öðruvísi að spila fyrir Millwall og stuðningsmann þeirra en önnur lið? Já. Já, það er það sko. Það er alveg upplifun sko. Þá sérstaklega þú ert ekki þetta er að fyndið, þú veist, ég er ekki að segja að það var allslæmt, maður átti kannski góða leiki hana, þá líður bara svo besti leik maður allar tíma sko. Það er það góð stemningana en þú ert ekki að finna þig þá bara, það er no way to hide sko. Þú veist, það er bara, þú ert látin að heyra það sko. Þetta er eins og sagði, bara eins og bara aldrei upplega að hita upp á minn eigin heimavelli og það er að rýta í þig sko, þinn eigin stuðnismenn sko. Og þeir að vinna. Og þeir að vinna og ég er ekki eins og á vellinum sko. Alveg sko, gali sko. Þetta var, já, þetta er fyndin stuðnismanna hópur. Já, Jökull Steinn spyr, myndi Jón Daði mæla með Óla Stefáni Flóventsinni sem mannöðstjóra? Með mannöðstjóra? Sem mannöðstjóra? Já, þetta ekki. Það kemur alls konar innhól við hérna. Varstu einhvern tímann að spá í því að fara í KR, spyr Jan Martin? Nei, en ég talaði við Óskar samt sko. Ég pældi ekki beint í því að fara í KR en ég ræddi Óskar og nátti góðan fund með honum og áður en ég fyrir að Selfoss sko. Það er í leiðinni. Það er í leiðinni? Já, en hann bara, já, þú veist, bara var að segja mér þeirra stefnu og hún var alveg flott og hillandi sko. En ég var bara, búin að ákveða hitt. Unna Kristín spyr ekki, hann segir komdu til vestra? Já, nærðu. Það er ekki vandum. Bara smá plot twist. Geir Sóega spyr sem að mætti náttúrulega á Íslandsbanka viðburinn og hann fekk spurningunum er gaman í Selfossi, spyr hann. Já, það er gaman á Selfossi. Það getur líka verið frústirannandi. Það er bara eðlilegt sko. Jú, það er gaman að Selfossi, alltaf gaman að Selfossi. Það er kótilegt á daginn núna og alltaf fjör sko, en nei, þú veist fótboltalega séð, þetta er krefjandi en gefandi. Þið langar ekkert að flytja þangað? Ég pældum alveg í því sko, en við keyptum fyrir einhverju ári síðan í Úlfarsdalnum og við vorum alltaf þar þegar við komum heim á sumrin í frí og okkur líður bara svo hrikalega vel hana að við bara ákveðum að halda áfram að búa hana. Síðan er þetta bara stutt kistla sko, þetta er 35 mín sko, að því þú ert svona fljótt úr bænum hana sko. En yes. Andri Freyr segir Jón Daði huge fan. Geggjað. Já, hann er þetta frammeiri líka. Viktor Már segir ertu búin að ákveði hvað er langar að gera þegar skórnir fara upp á hillu og hvað ætlar að spila lengi? Þetta eru nokkrar spurningar. Já. Og bændum við hérna, ertu fjárhagslega örugur eftir ferilinn? Já, ég er ekki beint búin að ákveða hvað ég vil gera eftir ferilinn. Ég er með svona hugmyndir en ég er ekki með eitthvað eitt koncept á hreinu. Ég veit hvað ég hef gaman af og það er, ég er hrikalega gaman af að miðla minni reynslu til ungra leikmanna sérstaklega og gefa ráð gaman af, ég var með fyrirlestur daginn með Halldóri Bjössinni sem var yngri þjálfari minn og spreytti mig þar fyrir 14 ára stráka sem var smá svona utan þægindaramans en ég hafði mjög gaman að því að deila minni sögu og ég veit ekki hvort ég hafa áhuga beint að vera þjálfari sko sem er oft spurt mann eitthvað sem þú sér fyrir ég veit ekki alveg hvort ég vil vera eitthvað svona coach sko en ég hef alveg gaman af einhverju svona í kringum að hjálpa ungum efni við, gefa ráð í hvernig formi það er veit ég ekki ennþá sko en það er eitthvað sem ég sé fyrir mér og síðan hef ég gaman af fasteignum og svona eða svona aðeins svona í því eða svona aðal fjárfestingin okkar fjölskyldunar að svona aðeins svona pæla í því ég hef gaman að því sko og sjá fyrir sér kannski einhver tækifæri sem opnast þar ekki það að segja ég sé með einhver þvílíkur snillingur í því sko en eða hefur virkað hingað til hjá okkur svona þannig að fjárhagslega ef við tala fjárhagslegt öryggi þá erum við bara tildulega vel sett sko eða svona bara þægileg sem er bara mjög þakkláttur fyrir. Hversu mikill kongur er Frosti Brynjólfs spyr hann einni? Hann er alvöru kongur því líkur málari sko og allur pakkin sko, hann málaði fyrir daginn og
bara fór í sjósund með mér daginn ég veit ekki hvort fólk trúi því en ég ætla að segja það hérna live að hann fór í sjósund með mér og syndi í heila 20 mínútur fólk hafa ekki að trúa þessu Það vel gert Gunnar Örn spyr hvernig tókstu á hlutunum andlega þegar þið fjallu úr Lengju og önnudildin Next Up það var alveg erfitt sko því, veist, ég vissalega það var alltaf möguleiki að því við vorum að ströggla þegar ég kem hana sko og ég var alveg andlega reiðubúin í að það geti gerst sko það breyti því ekki samt að það var alveg svona þetta alveg erfitt skilur mig og þannig að það kom þetta svo fyndi að koma einhver frétt eftir þessi viðtalið eins og ég ætla að fara frá fótbolta og hreins og hugana svona dramatist fyrirsögn það var bara eðlilegt að aðeins að fara frá fótbolta orðaði þannig aðeins að kúpla mig út úr þessu og þetta svo leiðilegt sko síðan bara núlstilling skilur mig og bara þetta staðan og bara á hann gakk skilur mig bara reyna að komast upp úr þessu deild þetta hörku erfið deild sko þú veist, það að tala þú veist, öll lið geta unnið öll lið sko og þetta líka bara síðan maður bara embracea það sko þú veist, maður bara, þú veist, sjá ánæginu í því sko þetta bara eins og þessi leikur mútið hvíta riddarinn hvað var það, ég hann ruglaður í gær þú veist, það var bara hörku leikur skilur mig, þú veist, bara og helviti flottir sko flott lið skilur mig þetta bara gaman, ástríða og maður sér ánægin og gleðin í því líka sko það ekki bara eitthvað doom and gloom að vera í annar dildinni á Íslandi sko þetta alveg, maður sjá það ákvæðið Gilsari lék náttúrulega hvíta riddarann er búin að leika þá grátt, búin að gera mikið grín að þetta flott lið sko ég held að sé nafnið sem er skemmtilegt sko Já, ég held að sé líka bara styrja steinda þetta heimbænum Siggi Eyberg Prime, takt okkur aðeins í gegnum það segir Arnar Logi you had to be there það er bara the one and only sko hætti allt og snemma að bara allir vegir honum færir og já, ég held að hann sjá svolítið eftir að hættkallinn þetta var helvíti öflugur leikmaður sko og karakter Allir hafði spyr toppaði lífið eftir fyrsta markið gegn Austurríki Já, ætlaði ekki sko. Þetta var bara blackout skilur moment þetta, þú veist, bara skora þetta mark og en það hjálpaði vissi ekki að þjást svona næstu allar hinna mínútunar í restan af leiknum sko, það hjálpaði að vera aðeins meira í leiknum sko, en nei, þetta var geðið moment sko, og líka bara, meira svona eftir á líka að hyggja, þú veist, að eins og ég segi, ég var að horfa á leikinu daginn aftur, ég hafði ekki séð þetta og það er svona gaman bara að eiga þetta moment í sinni lífi, skiljum mig, og geta sín dóttur sinni og sinni, jável sko, í framtíðinni og þannig að maður tjæri sér það alveg heilan helling sko. Eitt sem kannski ég gleymdi að spyrja á hann sko, að því að svona þetta gerum við jafntefli við ágætist þjóð sem heitir Portugal í fyrsta leik. Auðvitað voru við búin að vera að vinna fullt af góðu liðum, Holland, Tyrkland og fleiri lið, en vissuðu bara strax að það mátti Portugal að bara svona, já, þetta bara jafninga grundvöldur þetta. Já, sko, með bara sjálfstyrst í liðinu var svo mikið. Að þegar við gerum þetta jafntefli við Portugal til mér, ekki bara það, líka bara undarkennin sjálfri. Einmitt. Við vorum bara það delusional að geta haldið að við farum allar í úrslitaleikin sko. Já. Skilur mig. Og partur af mér ég vildi óska sem ekki mætt frökkum strax. Já. Ég hugsa átt út í þetta sko við hittum á þá þeir voru ógislega góður á deginum líka og þeir eru besta liði í heiminum sko og þeir áttu bara að vinna. Við vorum með geðveitt liðana sko. Portugal unnu sig á móti sko. Þeir voru þriðjasætt í okkar riðli sko. Þeir voru með Pogba, Griezmann. Þetta var gert jafntefli, ég veit ekki hvað oft sko. Já, þetta er alveg magnað sko en svona hugsa oft bara hvað ef alltaf þetta klassíska sko. En voru þið ekki alveg búnir á því eða hvað? Ég veit það ekki, neðist mér leið allt í lagi, ég gleymd að segja það, ég var með matareitur eða allt EM sko. Í alvörunni? Ég gleymd að segja þetta sko. Það er rosa. Ég veit ekki hvað, ef þið horfið á leikina, þetta er galið sko. Ég sko, eftir Portugalsleikin, þá eru að geta einhverju hóteli, ég er fiski, sjáarættasúpa, ég lenda á einhverjum bitað eitthvað, ég bara restin á móturinn á klostinu sko. Nei. Ég held engu niðri og ég man að Sverrir Ingi var eitthvað svona, ég var eitthvað að segja á þjálfarna, slepp mér maður og Sverrir Ingi, ekki að segja þetta,
þú vilt ekki spila leikinn og tekur magakvissu sko. Þannig að ég var allt móti bara, ég held einhver niðri sko. Og þannig að ef þú horfið, þetta er galið, ég var að horfa á leikina, ef þú horfið á leikina, þú sjáu bara, ég er bara, og missa eitthvað 5 kíló eða eitthvað sko. Þannig að maður fór einhvern veginn bara á adrenalínu og þú veist, ég veit ekki hvernig maður fekk orkuna sko. Ég gleymdi að segja þetta sko. Þetta var galið sko. Ég held, þetta var allt mótið og ég var bara svona áhyggjubráð, er þetta ekki að fara að lagast sko. Ég gerði það sem betur fyrr sko. En þá vitið það. Já. Seinasta reytarspurningin, myndirðu taka stemningssíson með skallagrími fyrir rétta upphætt, spyr Ernir Arnbergs. Það er að hugsa tölur núna. Já, herðu, það fyrir eftir samningnum sko. Hvað er eitthvað svona, er eitthvað spennandi í bóðið hana? Mér heyrist það. Nei, ekki? Jú, þetta er alveg fjárhæðar. Ég bjó á Varmalandi, þannig að rétt að borgar. Já, þannig að það er smá tengingar hana. Já, svo er afiðin einhver legend. Þorsteinn frá Hamri. Já, svo eini sanni sko. Já. Sem er rithöfundur ekki? Jú, það er ljóðskáld, það er rithöfundur. Hvað vil kalla það? Þannig að já. Þú fórst aðeins að þessu leið? Já. Við erum komin að loka liðnum hérna í kvöld. Já, mjög gaman. Það er kaldastrýð þar sem við ætlum að spyrja hraðarspurninga. Ok. Þannig að þú mátt koma þér í stellingar Jón Daði. Já. Sko, mögulega eru einhverjir hérna sem að þú þarft að staldra við, það er allt í góðu lagi. Við ætlum að reyna að halda góðu tempói. Okay. Og við byrjum á því besti leikmaður sem þú spilaði með, bæði með landsliði og félagsliði. Gylfi Sigurðsson og Ivan Cavaleiro. Besti andstæðingur sem þú mættir á fellinum? Frakkland. Já. Er einhver leikmaður sem þú spilaði með og varst vissum að yrði betri og næði lengra en hann gerði sig á endan? Andri Jóman. Já. Var með hann í auðvitaðinum. Já. Það var ógeðslega góður. Er góður. Já. Er selfisingur, ertu selfisingur í gegn eða kemur til greina að spila með öðru liði á Íslandi? Bara heila selfisingur í gegn. Það er alveg hægt að vera bæði. En hver leið er best á ferlinum? Bolton. Eitthvað múf sem þú sér eftir? Millwall. Stærsta lið sem reyndi að fá þig? Celtic. Besta staka tímabilið? Redding. 2017. Já. 2017, já. Stærsti leikur með félagslið? Wolves, Liverpool, FA Cup, Anfield. Unnum 2-1. Mestu vonbrigði á ferlinum? HM. Stærsti leikur með landslið? Holland heima. Vanmetnasti leikmaður sem þú spila með? Emil Haldursson. Hver ertu stoltastur af? Móti vera yngri kynslóð. Skemmtilegastur í klefa í landsliðinu? Viðar Örn. Sérréttur í eldhúsinu? Hvað segirðu? Sérréttur í eldhúsinu? Það er tortillas, kjúklingatortillas. Sæll. Leiðinlegasti mótari sem við mætti á ferlinum? Pontus Jansson. Já. Alltaf með eitthvað kattaljóð. Kæta leiðilegur. Það var að loka spurningin og hún snýr einmitt að því að veita yngri kynslóðinni innblástur, en eitt ráð til ungra knattspyrnumanna? Bara, fyrst og fremst hafa gaman af þessu, njóta þess að vera krakki og úlingur. Það er skemmtilegust árin í þessu og fara í gegnum mótlæti með, þú veist, bara stick to it. Það er eins og segið, ef þú ætlar að ná árangri í fótbolta eða línu sjálfu, það er eilífð, endalaus vonbrigði á mótlæti og það bara
ríði gegn það og áfram gakk sko. Jón Daði Böðvarsson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna og til að mikið með glæsilegan feril sem Takk er nú fyrir ekki það. ennþá búinn. Takk hérlega